Já, takk. Komiði sæl öll. Ég heiti Kristín og ég er verkefnastjóri erlendra verkefna hjá Hjálparstarfi kirkjunnar. Þekki ykkur nú mörg. Við Bjarni Gíslason, framkvæmdastjóri Hjálparstarfsins, við ætlum að fjalla verkefnin erlendis næsta hálftíman eða svo og þá höfum við svona 15 mínútur til þess að vera með umræður og fyrirspurnir frá ykkur eftir það. En í erindinu þá ætlum við að hjálpa hjálparstarfið, við ætlum að fjalla hjálparstarfið sem friðflytjanda í hjálparstarfi erlendis og við ætlum sérstaklega að fjalla aðferð í starfi undir yfirskriftinni dugar að láta hjartað ráða för. En allt okkar starf vinnum við af kærleika og virðingu og látum í þeim skilningi hjartað ráða för. En í hjálparstarfi er líka lykilatriði að vinna á ábyrgan hátt þannig að það leiði til raunverulegs árangurs í starfi. Og hér á eftir þá ætlum við að gera grein fyrir hlutverki hjálparstarfsins, stefnunni og gildunum sem að stýra starfinu og við ætlum að segja frá því hvernig heimsmarkmiðin eru okkar leiðaljós í starfi og hvernig við vinnum með stjórnvöldum hérna heima og systurstofnunum í alþjóðlegu hjálparstarfi kirkna, tengslanetinu ACT Alliance, hvernig við vinnum með þeim og svo ætlum við í örstuttu máli bara að gefa ykkur svona svipmyndir af verkefnunum bæði í mannúðaraðstoð og í þróunarsamvinnu verkefnunum sem eru til lengri tíma. En áður en að ég hleypi Bjarna að þá langar mig aðeins að segja ykkur litla sögu. Ég sem sagt, áður en ég byrjaði að vinna fyrir hjálparstarfi þá vann ég í 8 ár fyrir Rauða krossinn á Íslandi hérna heima og mitt starf var að senda sendifulltrúa á vettvang og meðal annars á náttúruhamfarasvæði eða í kjölfar eða átakasvæði. Og þannig að í janúar 2010 þá reið skjálfti yfir Haítí, risa stór skjálfti 7,1 á Richterkvarðanum og það fórust 220.000 íbúar þarna og mörg hundruð þúsund íbúa mistu heimili sín og allir innviðir voru í rúst í landinu. Og Rauði krossinn hérna heima, eins og hjálparsamtök önnur hér og erlendis, fóru auðvitað í starthólurnar og með eitt af því sem ég gerði var að hafa samband við sendifulltrúana og biðja hverjir eru tilbúnir til að koma með mjög skömmum fyrirvara þegar kallið kemur. Og svo fór ég auðvitað í því að taka á móti símtölum frá sendifulltrúnum sem voru tilbúnir til að koma, hjúkrunarlið og björgunarlið annað. En svo fikk ég líka símtöl frá öðru fólki, velmeinandi fólki, hjartalífu fólki. Og einn þeirra sem hafði samband við mig var mjög áhugasamur maður. Og hann sem sagt vildi taka næstu vél út til Haítí. Hann vildi mæta á svæðið og gera eitthvað strax, en það þurfti að bjarga mannslífum. Og ég þurfti þá útskýra fyrir manninum sem hafði enga reynslu sem hjálparstarfsmaður að ef hann tæki nú næstu vél út og lenti á flugvöllunum í höfuðborginni Port-au-Prince að þá væri það þannig að hann myndi gera skelfilegt ástand en verra. Nú hvers vegna? Jú, það er vegna þess að ef hann mætti bara á staðinn, án undirbúnings og án búnaðar og án hjálpargagna, þá þyrftu aðrir að byrja á því að hugsa hann, úti honum mat, drykk, húsaskjól, heilsugæslu. Þannig að hann myndi í raun og veru taka mikilvægt starfslið, tíma og getu annars starfsliðs til að sjá hann utanaðkomandi. Í stað þess að það myndi einbeita sér að því að bjarga fólkinu sem svo sannarlega þurfti aðstoð að halda. Ég var semst að útskýra fyrir honum að árangursríkt hjálparstarf krefst þess að við látum ekki bara hjartað ráða för, heldur skynsemina líka. Yfir til þín. Þemað á kirkjudögum sælir eru friðflytjendur. Og við getum líka lesið á heimasíðunni að vera friðflytjandi
er að stuðla að einingu og réttlæti, sýna samhygð og virðingu. Og við vitum að þetta er tekið úr fjallræðunni og 5. kafla Mattheusar Guðspjalls þar sem að Jesús segir aftur og aftur sælir eru, fátækir anda, sælir eru, syrgjendur. Og í 9. versinu sælir eru friðflytjendur, því að þeir munu Guðs börn kallaðir verða. Og ég sá líka í kveðjumessunni á sunnudaginn í sálmi sem var sungin, sálmi 295, eftir Lundström sem að Kristján Valur þýddi. Heyr það nú sem Drottinn segir þér, réttlæti og friður fallast í faðma. Réttlæti og friður fallast í faðma. Okkur finnst nefnilega hjá hjálparstarfinu að þetta verði að hanga saman. Raunverulegur árangur til framtíðar verður til þegar að friður og réttlæti fellur saman. Þegar að sátt ríkir, þegar að menn taka ábyrgð, þegar að virðing ríkir, þegar að samlyndi ríkir. Innan samfélags og milli samfélaga. Hlutverk hjálparstarfsins, ég veit að þið get ekki lesið þessa glærur, enda ætla ég að lesa þetta upp. Það stendur í skipulagsskrá hjálparstarfskirkjunnar meðal annars að hjálparstarfið á að starfrækja mannúðar og hjálparstarf í nafni þjóðkirkjunnar innanlands sem utan. Að vera málsvari þeirra sem eru í nauðum staddir. Að vinna að því að útrýma fátækt. Að stuðla að því að mannréttindi séu virt. Stefnan að vera óháð sjálfstæð stofnun sem sinnir þróunarsamvinnu og hjálparstarfi innanlands sem utan. Að styðja fólk til sjálfshjálpar, meðal annars með efnislegum stuðningi, fræðslu og færniþjálfun, ásamt því að tala máli fátækra og undirokaðra. Að vinna með íslensku stjórnvöldum og fagaðilum að auknum stuðningi við samfélög í lágtekjulöndum og árangri í þróunarsamvinnu. Að veita stuðning á grundvelli þarfar án tillits til hverjir viðtekandir eru og hver sé orsök. Og gildin okkar við auðsýnum virðingu, kærleika og ábyrgð í öllu okkar starfi. Þetta er það hver við erum og hvaða hlutverk og hvert við stefnum. Kristín nefndi þetta. Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna, þau eru yfir og allt kring í okkar starfi. Heimsmarkmiðin þau voru samþykkt af fulltrúum allra aðildarríkja Sameinuðu þjóðanna í september árið 2015 og þau gilda fyrir 2016 til 2030. Það eru 17 yfirmarkmið með 169 undirmarkmið og þau taka bæði til innanlandsmála sem og alþjóðasamstarfs á þessum tíma 16 til 30. Aðalsmerki heimsmarkmiðana er að þau eru algild og því hafa aðildarríkin skuldbundið sig til þess að vinna skipulega að innleiðingu markmiðana bæði á innlendum og erlendum vettvangi á þessum gildistíma. Heimsmarkmiðin eru samþætt og órjúfanleg og mynda jafnvægi milli 3 stoða sjálfbærar þróunar. Stoðirnar eru efnahagsleg stoð, félagsleg og umhverfisleg. Það er efnahagurinn, það er félagslega þátturinn og það er umhverfið. Og þau fela einnig í sér 5 megin þemu sem er mannkynið, jörðin, hagsæld, friður og samstarf. Þetta er grunnurinn fyrir heimsmarkmiðin. Þau eru samþætt og órjúmanleg og mynda jafnvægi milli þessara 3 stoða og hjálparstarfið er í þessu samhengi með rammasamning við utanríkisráðuneyti við yfirvöld á Íslandi og yfirvöld eru bundin við heimsmarkmiðin, hafa samþykkt þau og stefna yfirvalda er í samræmi við heimsmarkmiðin. Stefna hjálparstarfskirkjunnar er í samræmi við heimsmarkmiðin og þá
í samræmi við stefnu yfirvalda þróunarsamvinnu öll verkefni sem við erum að sinna bæði á Íslandi og erlendis. Ráðuneytið hefur veitt okkur rammasamning. Við erum að klára í ár 3 ára rammasamning, fyrsti samningur sem við fengum, og við erum búin að fá munnlega skilaboðum að þessi rammasamningur færi að halda áfram í 4 ár. Og þá allavega eins og það var, þá fengum við 90 milljónir á ári fyrir þróunarsamvinnu og 50 milljónir á ári fyrir mannúðaraðstoð, sem er mjög góður stuðningur og er undir þessum ramma að framfylgja því sem að yfirvöld hafa samþykkt að við stefnum að. Við erum líka aðilar að ACT Alliance, ACT, Action by Churches Together. Þetta eru kirkjur og kirkjutengdar stofnanir og samtök sem að kalla sig ACT, og við kallum þetta á íslensku alþjóðlegt hjálparstarf kirkna. Þetta eru 152 samtök og stofnanir í 127 löndum. Styrkleiki ACT er að vera grasrótartengt. Það er varla til land sem þar sem ekki er ACT aðili. ACT aðili, innlendir aðilar sem tala tungumálið, sem skilja menninguna, sem skilja aðstæður, vita hvað er brýnast og hvernig er best að gera hlutina. Það er ACT aðili nánast allstaðar. Þegar eitthvað gerist, þá er ACT aðili sem er fyrsti aðilinn á staðnum sem getur brugðist við, og svo erum við ein fjölskylda og hjálpum stað. Til dæmis þegar er mannúðar eða krísu ástand, neyðar ástand, og það er að bregðast við. Þannig er ACT að kirkjutengingin, þannig er hún styrkur okkar. Af því að við erum út allan heim, við erum í grasrótinni, við erum í samfélaginu sem er á hverjum stað. Gífurlegur styrkur að vera hluti af ACT Alliance. Svo erum við líka að starfa mikið með lúterska heimssambandinu, og lúterska heimssambandið, Lutheran World Federation, er aðili að ACT líka. Lúterska heimssambandið, 151 kirkja í 99 löndum. Hjálparstarf, þróunarstarf þeirra er undir það sem er kallað World Service, Lutheran World Federation World Service. Þeir starfa í 26 löndum, og ég las það núna á netunum, 99,6% starfsfólk lúterska heimssambandsins, næstu því allir, eru innfæddir, staðarfólk. Aftur kemur þessi sterka tenging inn í grasrótina. Það er fólkið á staðnum sem að stýrir og stjórnar verkefnunum og tala við þá sem að njóta verkefnisins eða er í samstarfi verkefni. Hér sjáum við nokkur stikkorð. Fyrsta markmið í heimsmarkmiðunum er að berjast gegn fátækt. Við vinnum að því að skapa frið og réttlæti, eins og segir í markmiði 16. Hjá Sameinuðu þjóðunum þá erum við að vinna að friði og réttlæti. Við vinnum að því að bæta stöðu fólks og velferð, stuðla að sjálfbærni og betri afkomu til framtíðar, auka virðingu fyrir mannréttindum, auka jafnrétti og bæta stöðu barna. Nálgunin er réttindamiðuð og heildræn. Vitund réttindi og skyldur er efld og áhersla á menntun, lífsafkomu, umhverfisvernd og að bregðast við og aðlagast síbreytilegu veðri og afleiðingum hlýnunar jarðar. Nú ætla ég að hleypa þér að, Kristín. Þá ætla ég svona, hvað er nú klukkan? Já, Bjarni hefur bara verið snöggur. Ég ætla þá, svona aðeins að gefa ykkur yfirlit yfir það hvað mannúðarverkefni Hjálparstarfskirkjunnar á Íslandi, hvað er það? Við erum ekki með starfsfólk sem við sendum út, eins og Rauði krossinn gerir sem sendir sendifulltrúa. Hlutverkið okkar er að vera í þessu samstarfi við Hjálparstarfskirkjunnar í öðrum löndum, þar sem verða náttúruhamfarir, þar sem að
eru átök. Okkar hlutverk hér er að tala við almenning og biðja hann að verða að liði, hjálpa okkur að hjálpa þar sem hjálpar er þörf. Þannig að við sendum pening til systurstofnana okkar í því landi þar sem aðstoðar er þörf. Það er svona í allra stystu máli hvað við gerum í mannúðarstarfi. En við auðvitað fylgjum því eftir hvernig peningarnir eru notaðir, fáum skýrslur og förum yfir þær og þetta er allt gert á faglegan hátt, þannig að það er öllum reglum fylgt faglegt hjálparstarf. Við fáum upplýsingar það. Þetta er náttúrulega ferli. Mannúðarstarf er hrikalega dýrt en við sinnum því vegna þess að það bjarga mannslífum og við spyrjum ekki hvað það kostar. En mannúðaraðstoð er veitt í kjölfar náttúruhamfara eða á átakasvæðum. Og núna í ár þá höfum við sendt 20 milljónir til aðstoðar við fólkið á Gaza. Það eru systurstofnun okkar þar sem að aðstoðar fólkið á Gaza. Við höfum sendt 10,5 milljón til aðstoðar við fólk frá Úkraínu, bæði innan Úkraínu og í Pólandi. Og svo erum við bara núna núna bara næstu dögum erum við að fara að senda 16 milljónir til aðstoðar við fólk í Súdan. En það er skelfilegt ástand vegna átaka þar og næri helmingur þjóðarinnar býr bara við verulega erfiðar aðstæður og það vofir yfir hungursneyð í landinu og mikil þörf fyrir aðstoð. Við sendum peningin til systurstofnana sem eru á vettvangi, sem eins og við hér heima, við þekkjum hjálparstarf kirkjunnar á Íslandi, er mjög vel í stakk búin til að veita Íslendingum aðstoð. Þetta er nákvæmlega eins að núti. Og þau þekkja aðstæðurnar, þau þekkja fólki, þau þekkja tungumálið, þau geta verið snögg að bregðast við. Ég var á símafundi með samstarfsfólki út í Súdan í gær og þau sögðu okkur systurstofnanirnar í Súdan, þær vita hvar er óhætt að fara inn, hvar eru tálmannir, hvar stríðandi fylkingar myndur hreinlega að drepa hjálparstarfsfólk, þannig að þær vita hvenær á að draga sig út úr aðstæðum og þær vita hvar er ódýrast að kaupa hjálpargögn og svo framvegis og svo framvegis. Nú, ég setti þessar 3 myndir upp. Í fyrsta lagi þá setti ég mynd sem ég fann hjá grunnskóla Seyðisfjarðar. Þetta er ósköp barnaleg mynd en hún er samt kjarnar svolítið það sem þarf að kjarna. Þetta er geðlæknir sem hét, man ég ekkert hvað hann hét, skiptið það einhverju máli. Allavega þessi maður sem var búinn að búa til svona hring þarfirnar okkar. Til þess að við náum að dafna og vera að andlit heilbrigð okkar sé gott. Og það sem ég hjó eftir er það sem er í miðjunni. Það er jú öryggið. Það er að hafa öruggt húsaskjól. Það er að vera öruggur fyrir stríðandi fylkingum, fyrir árásamönnum. Það er að hafa mat og drykk og heilsugæslu, læknisþjónustu og geta farið í skólan. Allt þetta sem vantar þegar að hamfari verða eða þegar að átök geisa. Þess vegna koma hjálparsamtök inn og reyna á sem skjótastan hátt að gera fólki kleift að lifa venjulegu lífi. Og þá kem ég að hinum myndunum, myndin við hliðina á, þetta er mynd sem samstæðsaðilinn okkar í Gaza senda okkur, nema hvað, fólk heldur áfram að fá tannpínu þó að sé átök. Það er svo oft þannig að þegar við sjáum myndir frá átakasvæðum og þá að sjálfsögðu erum við að fá myndir frá sundurtættum húsum, sundurtættum líkum, að vera að sýna okkur alvarleikan. Það sem að sést hins vegar ekki er það sem er gert til þess að aðstoða þá sem að eftir lifa og það er bara svona grundvallar, þetta er svona grunnþarfir sem er verið að hjálpa fólki með. Það þarf ennþá að fara til tannlæknis,
Það þarf ennþá að fara á ófrískar konur, konur sem ganga með barn, þurfa ennþá að fara á heilsugæsluna í mæðravend og svo framvegis. Og síðan myndin út að enda af trúðnum sem með barni sem reyndar handleggsbrotið eða eitthvað hefur komið fyrir handlegginn, en af hverju trúður þarna með barninu? Hann að veita því sálrænan stuðning og sálrænt stuðningur gífurlega mikilvægur á átakasvæðum. Að einhvern veginn að fólki geti fengið tilfinningu fyrir einhvers konar normal ástandi. Þannig að þetta gífurlega stór þáttur í öllu hjálparstarfi, sálrænt stuðningur. Nú búin að tala allt og lengi fyrir þessa glæru. En við erum líka í lengri tíma þróunarsamvinnuverkefnum í Afríku sunnan Sahara. Við erum, samkvæmt stefninu okkar, þá erum við í lengri tíma verkefnum, samvinnuverkefnum með samtökum í lágtekjuríkjum. Það okkar stefna. Og stefnan að vera í Afríku sunnan Sahara og við erum í samvinnu í 3 ríkjum í Afríku. Það í Malaví, það í Uganda og það í Eþíópíu. Við höfum lengst verið í Eþíópíu í fylki sem í austanverðu landinu, alveg við Sómalíu, og þar ástandið svo slæmt vegna þess að það eru svo miklu þurrkar. Og þurrkarnir eru vegna hamfarahlýnunar af mannavöldum. Og ef ekkert að gert, að þá náttúrulega verður hungursneyð, að fólki þarf að flýja frá þessu svæði þar sem það á heima. Við höfum verið þarna síðan 2007 í samstarfi við Lútherska heimsambandið, aðaláherslan á að fólki fái aukið aðgengi af vatni. Það númer 1, 2 og 3. Svo þetta verið aðstoða fólkið þannig að það geti sjálft bætt landbúnaðar, aðferðir sínar í landbúnaði, og þau fengið betri fræ, betri tól, en þau vinna alltaf vinnuna. Og síðan einn verkþáttur sem mér þykir afskaplega vænt að það að styrkja og styðja við konur, svo að þær fái völd sín og áhrif í samfélaginu. Rannsóknir hafa sýnt að með því að styðja konur sérstaklega, það sé besta aðferðin við að styrkja samfélög. Það hafi bestu áhrif á börnin og fjölskyldana í heild. Þannig að karlarnir halda áfram að sinna sínu, dýrunum og landaregninni. En á þessum staði sem við erum núna, þá of djúpt niður á grunnvatni til þess að sé hægt að fara niður og gera brunn, handgerðan brunn. Og það of dýrt að fara þarna inn með stórvirkar gröfur og vinnuvélar, og þannig að við höfum ákveðið að það sem við ætlum að gera með fólkinu á næstu árum og höfum verið að gera í ár, að það að, ég veit ekki hvort þessi mynd sést nú vel hérna í birtunni, þetta hérna nokkuð skona eins og sundlaug full af vatni. Þetta þeirra hefðbundna aðferð á þessu svæði við að nálgast drykkjavatn. En þetta heitir birka á þeirra máli. Það sem hægt að gera fyrir peninga á Íslandi að hafa þær dýpri og breiðari og stærri á allan hátt, og að veggirnir eru betur útbúnir með betra efni í birkugerðina. En það virkar þá þannig á regntímabilinu að þá safnast vatn hér í og það dugar langt inn í þurrkatíman og stundum dugar það þangað til rigni næst. Þetta þeirra hefðbundna leið og við höfum séð ár eftir ár að þetta aðferð sem virkar. Ég ætla að fara áfram. Aðeins í Malaví, þar sem okkar nýjasta verkefni byrjuðum þar í byrjun árs 2003. Ég ætla bara að segja frá því, einn verkþátturinn eru almannavarnir. Við erum þarna í Suður Malaví, þar sem eru gjarnan mikil flóð vegna rigninga norðar í landinu, líka talið vegna hamfarahlýnunar af mannavöldum. Vandamál fólksins sem býr í Chihuahua, þar sem við erum með samvinnuverkefni, að það flæðir yfir allt ræktarland. Þannig að stór þáttur í verkefni með fólkinu þar eru almannavarnir. Þessi maður, við hittum hann núna í maí, og hann verður að sýna okkur útbúnaðinn sem að samfélagi búið að fá fyrir tilstilli verkefnisins.
þarna sem sagt, þegar það er ákveðinni hæð er náð hér í þessu, það virkar nú sakleysislegt hér núna, en sem sagt, þegar það flæðir, þá flæðir þarna hátt upp, þá sér þessi maður almannavarnir, hann fær símhringingu, hann fekk hann að síma frá verkefninu, hann fær símhringingu að norðan, ofar í landinu, gengur svona niður símhringingarnar frá veðurstofu sem þau eru í sambandi við og það sem hann gerir það er að hann varar síðan samfélagi við og til þess eru notaðar flautur og trommur út í samfélagið. Þannig að allt samfélagið fær sem sagt vitneskju það er að flæða og þá gera þau ráðstafanir sem gera þarf. Ég vil bara nefna þennan eina verkþátt sem sagt í Malaví. En svo erum við með 2 verkefni í Uganda. Annað verkefni er í sveitinni með samtökum sem að voru fyrst hluti af lútherska heimssambandiru. En stór þáttur í hjálparstarfi nútímans og það sem að ríkisstjórn Íslands vill að við vinnum að, það er að byggja upp hæfni og færni samtakana sem við vinnum með. Og það höfum við svo sannarlega gert með samtökunum sem heita Rural Action Community Based Organization eða við köllum það RACOBAO og hér er starfsfólkið með okkur og framkvæmdastjórinn þar er einmitt hann er ætla ég nú að segja félagságjafi og stýrir þarna starfinu en frá árinu 2001 þá hefur fólk fyrst og fremst barnmarga fjölskyldur, jafnvel það sem að unglingur höfu fjölskyldunar eða þar sem að annað foreldrið eða jafnvel amma veikburða amma er með barnabörn á framfæri, þau búa við sárafátækt og geta sér enga björg veitt en í verkefninu þá þau fá hús, eldaskála, kamar, vasstang sem þau deila síðan vatninu úr með nágrunum sínum og fólki fær já, þetta var óvænt. Fólki fær síðan rúm og annan húsbúnað til að hafa inn í húsunum. Þarna sjáum við hvar það getur sótt vatnið hér úr vatnstanginum og þau fá aðstoð við að koma sér upp grænmetisgarði til þess að heilsan verði betri. Þau fá geitur til að rækta og til að selja og síðan komnir sparnaðarhópar. Já, ég farin að segja frá öllu verkefninu en mér langaði svo að segja frá 2 sögur. Má ég fara 5 mínútur fram yfir? Ok, 2 sögur. Það er þessi kona, hún Harriet. Við hittum hana við Bjarni og hún sagði okkur, sko, árið 2011 þá var ég við dauðansdyr en ég var svo ánægð vegna þess að ég vissi að börnin mín væri komið hús og ég gat dáið sátt vegna þess að ég vissi að þau höfðu það gott. Miðað við aðstæður auðvitað. Hún lifði af. Hún fékk sér sett alnæmi en lifði af og er á svona lyfjum núna. Hún fór alla leið sem fulltrúi fólksins inn á sveitastjórnar stíið og hefur verið talsmaður fátækra og fólks með alnæmi þar og sem sagt, þannig að hún er svo frábær fulltrúi þess sem við viljum gera. En það er ekkert allar sögurnar góðar. Hér eru krakkar sem við hittum líka sem áttu mömmu sem var að fá nýtt hús. Starfsfólki hafði farið með mömmuna á spítala og var að fara að sækja hana aftur á spítalan. Hún átti að fá lyf þar en hún dó viku áður en við Bjarni ætluðum að heimsækja hana. Þannig að börnin hennar voru ein eftir og við náttúrulega fylgdum svolítið vel með þeim hvað yrði þau og við hittum þau svo aftur seinna og þau fengu aðstóð frá fólkinu sem stýri verkefninu úti og gátu hjálpa sér sjálf. Við teljum að það sé vegna stuðnings frá Íslandi. Áfram. Síðan sjáu þann Halldór hvað hann í fallegum jakka. Halldór á svolítið í verkefninu okkar út í Kampala vegna þess að hann hefur hýst félagsráðgjafa sem vinnur þarna úti í Kampala sem hefur komið til Íslands til að fræða fólk hér starfið úti í Kampala. En í Kampala vinnum við með ungu fólki
krökkum á aldrinu 13 til 24 ára sem býr við örbirgð í fátækrahverfunum og það á bara ekki séns. Við erum að vinna þar aftur með samtökum sem eru sprottin upp úr umhverfinu þarna út í Kampala og sem eru mjög, þau eru mjög öflug á landsvísu og í Afríku allra og jafnvel þó maður tala á heimsvísu. Og það sem sagt, markmiðið er að unga fólki geti lært einhverja iðn svo þau geti séð fyrir sér. Og svo fá þau líka upplýsingar og fræðslu kynheilbrigði og þau fá jafnvel smokka og þannig að bara örstuttumáli. Og ég ætla ekki að þá að fara inn á þetta nema að segja kannski rétt eina svona, mér þykir svo vænt hann Ashraf, hann albinói, ég hitt hann fyrst 2018 minni mig, þá var hann uppburðalítill, hann hvíslaði eiginlega þegar ég talaði við hann, en hann sagði þá, ég ætla að verða heimsþekktur fatahönnuður. Og Ashraf, hann kláraði námið, hann fór og hannaði flíkur og saumaði flíkur á nágranna sína og seldi. Síðast þegar við hittum hann í fyrra, þá sýndi hann okkur að hann komið með frá stjórnvöldum leyfi sem fatahönnuður og klæðskeri. Hann að kenna í þessum smiðjum sem samstarfsaðil okkar rekur og hann geislar af sjálfsöryggi og hann annað gott dæmi það hvers vegna við viljum nú vera að þessu. En svo veit ég ekki hvort þú ætlaðir að tala hér. Bara örstutt, við viljum endilega fá að hafa smá umræður af fyrirspurningar frá ykkur. Þið sjáuð okkur Kristínu, við getum talað endalaust. Það er engin skortur af því. En hvernig fylgjum við verkefnum eftir? Hvernig vitum við að peningarnir sem að fara til hjálparstarfskirkjunnar gera eitthvað gagn? Meðal annars með að fara í eftirlitsferðir, við förum árlega í eftirlitsferðir, skrifum niður, hittum konurnar sér, ekki með köllunum og allir í bland heldur, setjum þetta aðeins niður í hópa. Við tökum skýrslurnar, förum yfir það, byrjum að þetta átti að vera gert í fyrra og þeirra, við fá að sjá þetta og þetta. Við fylgjum eftir að það hafi verið gert sem að sagt er að hafi verið gert. Við ræðum við mismunandi hópa, við ræðum við staðaryfirvöld. Við tjekkum á því hvort að kvörtunarleiðir, það er inn í okkar alþjóðlegu stöðlum sem við fylgjum að hvert samfélag, hver sem tekur þátt í verkefnum þarf að vita af leiðum sem maður má kvarta yfir, ofbeldi, misnotkun, misbeitingu, hvað sem er. Allir að vita síma, mannesku mann sem að segir frá hvernig er hægt að bæta úr einhverju sem er ekki í lagi. Við tekum á þessu, hvernig er kvartalega, hver er með þetta og svo framvegis. Sama gildir úti og gildir hér. Algjörlega. Já. Og við fáum úttektir sem er innifaldar í verkefninu. Verkefni undir lokin, þá fyrir einhver svona úttekt í gangi innan verkefnisins. Utanríkisráðuneytið sem styrkir okkur svona vel, þeir gera eigin úttektir, sjálfstæðar úttektir. Þannig fylgjum við hverju verkefni eftir. Lesum skýrslur, fáum að sjá með eigin augum, fáum mat frá mismunandi aðilum verkefni. Þannig vitum við að verkefni ber árangur. Í hverju verkefni eru svona kallaðir rökrammar, alveg sem er heimsmarkmið sameinu, það er einhvern markmið, svo eru undirmarkmið og svo eru mælikvarðar. Það þýðir ekki að segja, já, ætlum að hafa fleiri börn í skóla. Svo bara gerum við eitthvað og svo bara, já, mörg börn kom í skóla, takk fyrir. Hvað voru mörg börn fyrst í skóla þegar við byrjum? Hvað eru mörg börn núna í skóla eftir 4 ár? Það er talið. En það er ekki nóg. Hvernig er kennsla? Hvernig er þekking barnanna eftir skólagöngunum? Kunnu það að lesa? Eða er þetta bara á pappírum? Svo framvegis, skiljiði. Þannig að það eru mælikvarðar sem við fylgjum eftir. Og þannig reynum við að ná raunverulegum árangri. Ef aðstæðan hefur breyst, ef það ríkir friður, ekki bara í orði heldur líka í verki, það er réttlæti í samfélaginu, meira en áður, þá hefur verkefni búið árangur. En nú megið þið spyrja, þið megið líka gagnrýna eða koma með hugmyndir eða hugsanir, endilega, nokkra mínútur, marga mínútur í það, endilega fá einhverja fyrirspurnir eða eitthvað frá ykkur þetta. Taktu mikrofónin fyrir geðu, svo það heyrist á streyminu.
hann á. Já, heyrist á svona eða? Já, það bara í streymi sko. Já. Það sem ég ætla að spyrja hérna, hvernig hafið þið, hefur það komið með fólki, samstagsfólki ykkar erlendis, hafið þið verið heppin með, hefur nokkuð hérna, misti í sig eða orðið saknæmt sem hefur eyðilagt orðstýr hjálparstarfsins eða almennt hjálparstarfsins? Já. Erum við að standa okkur þarna, er þetta erfitt mál, við vitum að þarna eru mikla spillingar í öllum þessum löndum og erfitt að koma í veg fyrir það, hvernig gengur það? Já, góð spurning, það er alveg rétt. Þegar það er mikil fátækt, þá fer maður og reynir að bjarga sér. Það er bara eðlislægt. Það getur gerst í okkar verkefni eins og hverjum öðrum. Ég er búinn að vera hjá hjálparstarfinu síðan 2007. Við segjum algjörlega heiðarlega, við vitum ekki misferli í fjármálum, en það er alltaf hætta á því. Og það er ekki þar með sagt að það hafi ekki verið, en við allavega höfum ekki uppgötvað það. En við urðum fyrir, 12 árás í Malaví og þar voru öryggismálin ekki alveg nógu góðu lagi hjá samstarfsaðila. Það fór vel og við erum að vinna í því með þeim að laga slíkt þannig að það sé ekki neinn hætta á að fjármunir misfærist. En það gerist ekki sem sagt, það tókst að koma vekk fyrir það, en það voru annar aðili komin inn í kerfi sem var utanaðkomandi. Þannig að núna erum við að vinna í því hjá þeim og það er komið langt að tryggja tölvuöryggi. Mér langar aðeins að bæta við að þar sem er fólk, þar er hætta á spillingu og auðvitað í hjálparstarfi eins og í öðru starfi er einmitt þessi hætta. En með öllum þessum verkefnaskjölum og allri þessari kröfu skýrslugerð og vottun á fjárhagsskýrslum sem að fara til endurskoðenda í okkar samstarfslöndum, viðurkenndra endurskoðenda þar, að þá þetta er mjög vel vaktað alla leið. Þannig að en eins og hér þá getur verið spilling þar. Þetta var nú bara eingöngu vegna þess að við vitum það að svona umræðurnar í þjóðfélaginu er alltaf að það er ekki hægt að styrkja neina hjálpa samtöku eða annað frá því hér áður fyrir að við veitum ekkert hvert peningarnir fara en náttúrulega það sem þið eru að vinna og við erum að vinna við að þetta við vitum að þetta er haldið utan þetta og þetta er allsstaðar eins og þið hafa verið að segja frá og þetta er alveg frábært að það sé þessi vissa hjá okkur sem erum að styrkja að þarna fer fram allt eins sjáalegt eins og hægt er. Já, og sem sagt það eru nýbúin áramót hjá mér að því að starfsár hjálparstarfskirkjunnar er frá 1. júlí til 30. júní. Þannig að KPMG, endurskoðandi á Íslandi, er að vinna með mér í uppgjöri fyrir aðalfundi í lok september og þeir eru að fara yfir allar tölur. Þannig að það er endurskoðandi sem þú sagðir á hverjum stað í hverju landi. Síðan fer það til Lúterska heimssambandsins sem líka skoða skýrslunar. Síðan sendum við skýrslu til yfirvalda hér, ársreikninga og annað. Þannig að við reynum að gera eins vel og hægt er. Svo er kirkjutengingin, þeir sem hafa verið í safnaðarstarfi vita það líka, hún er góð vegna þess að við veltum hverri einustu krónu. Af því að við höfum svo margt að gera með peningin að við verðum að vita mjög vel í hvað hann fer af því við okkur langar að gera svo mikið meira. Þannig að það er innbyggt inn í okkar eðli í kirkjustarfi, kirkjutengdustarfi að nýta peningi vel af því að við getum gert miklu meira. En við skulum þá minnst nýta það sem við fáum vel. Þannig að það er innbyggt. Já, takk fyrir þetta. Ég kannski heyrði ekki alveg allt vegna sem ég svolítið á flakki hérna milli málstofana, en bara varðandi þetta sem hún var að spyrja hérna, að þá er semst hjálparstarf kirkjunnar í nánu samstarfi við ACTA Alliance hjá Lúterska heimsambandinu og þetta eru virtustu stofnanir í öllu hjálparstarfi sem dæmi má nefna til dæmis Evrópubandalagið. Það veitir allir sem mannúð hjálp í gegnum ACTA Alliance eða nánast öllu. Þannig er þetta ekki rétt hjá mér, Bjarni? Já, þeir eru mjög þekktir þar en ekki bara sko. Nei, en allavega þá er ég alveg sannfærið það að það er kirkjulegum aðilum er best treystandi af öllum þessum enga aðilum sem eru eru á í þessu málaflokki. Já. Og það er bara gaman fyrir okkur kirkjufólkið að það sem við kalla faith-based organizations, þetta hefur lyfst svolítið upp
frá því fyrir nokkrum áratugum að það er búið að sýna það að þessi faith-based, þessi trúartengdu, ekki bara kristni, þeir hafa oft góðan inngang inn í samfélög, staðarsamfélög vegna þess að á þessum stöðum þá er fólk trúað. Og þá er gott að hafa þessa trúartengingu vegna þess að minnskustu þekkjum við þá sjálf, við sem erum trúartengd, hvað trúin skiptir miklu máli. Og þá náum við betri árangri, betri tengslum. Það sem að kannski skiptir máli af því að við sinnum hjálparstarfi og við gerum það eins og í Malaví, þá erum við í samstarfi við presta á svæðinu og þar sem að það samstarf skiptir máli vegna þess að prestarnir tala við fólkið það hversu miklu máli það skiptir fyrir fólkið að það tekir þátt í verkefninu sem að hjálparstarfi stendur fyrir með okkar samstarfsaðilum. Þannig að þannig upplýsa prestarnir fólkið það hvers vegna það er gott fyrir fólkið að taka þátt í landbúnaðarverkefninu, að taka þátt í almannavarnaverkefninu, hvernig það eflir getur samfélagsins til að bregðast við þessari vá, þessum flóðum sem að koma þarna vegna loftslagsbreytinga. Þannig vinnum við með prestum mest þegar við gerum það. Þannig að, já. Og sem sagt trúar eða leiðtúar í samfélögum eru oft á þessu stöðum trúarleiðtúar. Verkefni okkur í Austur Eþíópíu þar á múslimsku svæði, íslamsvæði. Við erum í góðu sambandi við ímana og leiðtúa samfélagsins. Þeir eru íslamtrúar. Þeir hafa sterk áhrif. Konurnar segðu við okkur, þið verða að tala við ímannana þetta. Þeir verða að breytast eins og við. Og þá gerum við það í verkefni. En það voru konurnar sem bent okkur á það. En ég held við séum bara nálgast, lokið mér langað að segja eitt áður en að við ljúkum allavega frá mér, svo getur þú lokið þessu formulega. Dugar að láta hjartað ráða för? Nei. Það er frábært að hafa kærleikan og það skulum við gera og láta hann knýja okkur áfram, en við skulum líka vinna faglega og samkvæmt bestu getu og með fullri eftirfylgni þannig að árangur náist. Það var það sem ég langaði að segja. Eru einhverjar fleiri spurningar úr Sval eða það er búið? Já, þá þakkum við kærlega fyrir.
Góða kvöldið. Ég heiti Svavar Hávarsson og ég er fræðslu- og upplýsingafulltrúi Hjálparstarfsins. Við erum hálfnuð með dagskrána. Við erum búin að tala erlenda hlutann. Kristín og Bjarni eru búin að gera okkur aðeins grein fyrir því hvernig það lítur allt saman út. Þá stendur starfið innanlands út af og hér hjá okkur erum við með þær tvær konur sem vita mest það í heiminum. Vilborg sem er verkefnastýra innheimtastarfsins og Rósa sem er umsjónarkona Skjólsins sem er í rauninni dagsetur fyrir heimilislausar konur og hefur verið starfrækt rúmlega 2 ára skeið. Og áður við byrjum þá ætla ég að minna ykkur á að ef þið hafið spurningar á meðan að Vilborg er að tala eða hafið einhverja spurningar það sem að hún segir okkur frá, þá að gera að beina þeim spurningum til hennar bara meðan að hún talar. Þarf ekki að bíða til loka erindisins til þess að fá svör við því sem við þeim spurningum sem kvikna á meðan við erum að tala saman. Og að svo sögðu þá býð ég Vilborgu bara velkomna í pontu. Takk fyrir og bara gaman að sjá ykkur hér. Eins og hann sagði, Vilborg heiti ég, er félagsráðgjafi Hjálparstarfi kirkjunnar. Ég hef starfað hjá Hjálparstarfinu í yfir 20 ár, sem kom þar fyrir 21 eða 2 árum síðan, ég er ekki góð í að telja ár, en ég er félagsráðgjafi og þroskaþjálfari, unni með fólki alla ævi, þannig að svona áhuginn minn hefur legið þar. Og þegar ég byrjaði hjá Hjálparstarfinu þá vorum við á Vastíg og þá var ég svona fyrsti félagsráðgjafinn sem við ráðum til svona starfa, það er fullt starf og ég fekk svolítið frjálsar hendur að móta hvernig starfið ætti að vera faglegt, náttúrulega við samræði við stjórnina og framkvæmdastjórnarstjóna Jóna sem var þá. Og það breyst ótrúlega mikið og ég ætla svo aðeins að fara í gegnum það með ykkur svona af hverju og hvernig það hefur verið að breytast og hvað við erum að gera í dag. Og þetta hérna ætlum við ekkert að lesa en við náttúrulega vinnum út frá svona stefnuskrá Hjálparstarfsins og út frá siðareglum sem við erum að vinna eftir dagsdaglega og allt okkur starf er móta frá því á svona rætur sínir að rekja í okkar stefnuskrá og okkar svona siðareglur og vinnulag. Þar eru við. Og til dæmis, ég sá Kristín var að veifa þessu fína skilti áðan, reifutan er að vegg í dag hjá okkur, að þetta hér er skilti sem að fólk sér, þetta er á ensku, þetta er á pólsku líka, inn á lager hjá okkur. Þetta þyrfti náttúrulega líka að vera núna á einhverju spænsku og arabísku út af þeim fjölda sem er að koma til okkar sem náttúrulega þannig að fólk viti það að við erum að vinna út frá svona siðareglum og ef það er ósátt við starf okkar þá geta það beint annarkvæmt fyrirspurning til okkar félagsráðgjafana eða framkvæmdastjórans. Þannig að við náttúrulega erum alltaf í huga og eiga allir að vita við erum að vinna eftir reglum, bara ekki ykkurju. Svo er ég hérna með svona glæru sem stendur hérna. Þetta er röð sem er tekið með Fjölskylduhjálp Íslands. Og ég er að segja hérna, er það ölmusa eða valdefling sem að fólk á að vinna eftir. Ég ætla að biðja ykkur aðeins að hugsa það með ég er að tala. Veist, og endilega stoppiði mig og ef þið viljið ræða eitthvað og eitthvað kemur upp að því að ég veit að svo oft þannig að þegar þið eru að hlusta þá segja hvað ætlum Vilborg meini með þessu svo þið er búin að gleyma því þegar ég er búin að tala í 40 mínútur sko. Þannig að bara endilega og bara gefið merki og við skulum bara spjalla saman. Þetta á nú að vera málstofa, við eigum að spjalla saman. En erum við að tala um hjálparstarf, þar sem við erum að tala um ölmusu eða erum við að tala um valdeflingu? En hlutverk og gildi hjálparstarfsins sem við séum reglurnar okkar eru, það er náttúrulega mannréttindin, valdefling, hjálp til sjálfshjálpar, réttur og skylda og bæði okkar og einnig þeirra sem leita til okkar og siðareglurnar okkar. Eins og við sagðum áðan, siðareglur, hjálparstarfsins, aktalægjans og svo siðareglur mína sem félagsráðgjafi sem við þurfum að huga að og fara eftir alltaf. Mannréttindi skipta mjög miklu máli og þegar til dæmis við vorum alltaf áður með matarpoka. 2011 breyttum við úr matarpókum og fórum yfir í að gefa fólki inneignarkort í verslu sem getur sjálft valið hvað sem það vill versla fyrir sig og fjölskyldu sína. Og það gerðum við svolítið út frá þessu bara mannréttindum að það var réttu hvers náttúrulega að geta farið að versla. Þú þarft ekki að fiskibólunar eða kjúklingi sem við gáum þér eða hvað sem er.
Þetta gætur farið og ef að það er seriósi sem barnið vil fá núna þá gætur keypt serióspakkan. Og sama tíma er þetta valdefla fólk því að þegar þú kemur þetta sækjum aðstoð og fara yfir þín mál, það er verið að valdefla því í leiðin. Þú ert að hugsa af hverju ég að sækja Til dæmis bara það að segja það þegar fólk kemur inn til mín áður fyrr, þá sagði ég alltaf, já verið nú velkomin, hvað get ég gert fyrir ykkur, eða hvað getur við gert? Og fólk sagði náttúrulega, já bara allt, bara hvað ekki? En núna segi ég bara, góð dag, velkomin, þú ert hérna til af hverju ert þú hér? Þá er fólk strax að fara að hugsa og segja mér, já ég er hér að því og þá fyrir strax þessi valdefling í gang og hjálp til sjálfshjálpar. Þetta er mjög lítið en bara þessi hlutur breytir líka. Hvernig mann nálgast einstaklingar sem koma til okkar. Mannréttindum fylgir skylda, við má ekki gleyma því. Náttúrulega líka skyldu þeirra sem til okkar koma og við verðum að hafa dug líka og virðingu fyrir þeim sem koma til okkar með því að biðja þá að standa við það sem þeir eiga að gera og það getur verið eins og hjá okkur að koma með gögnum tekjur og útgjöld, reynast að koma þeim tíma sem þeir eiga að koma og réttur þeirra og líka minna þau á að þeir eru þeir sem er að sjá framfærslu börnanna sinna og fjölskyldur sinnar og hvað það þeir að gera í því til dæmis, eru þeir að sækja vinnu, eru þeir að gera eitthvað til að breyta lífi sínu og allt þetta eru við svona huga en við eigum að sjálfsögða að spyrja fólk að þessu og hvað eru þið að gera. Svo getur við kannski verið hjálpartæki til þess og stuðningur að svona greiða leiðina, hvernig næ ég þangað sem að ég kannski set markmið. En við getum aldrei farið fyrir fólk þangað og við getum heldur ekki leitt fólk þangað en við getum stutt fólk. Erlendu konur okkar sem verið með verkefni sem heitir svona, sem að kannski mörg eitthvað þekkja, það byrjað fyrir nokkrum árum og við fyrst hittust við einu sinni í viku, vorum að sauma, núna erum við að hittast 2 í viku að sauma og vinna í höndunum og einu sinni í viku þá eru þeir með svona tungumála íslensku kennslu og bara svona samfélagskennslu það hvað er að vera kona á Íslandi og réttur kvenna á Íslandi. Þannig að þetta er að vaksa hjá okkur og með þeim, við erum að valdefla þær bara með því að gera ýmis verkefni og styrkleika nálgun felst til með því að þær hafa hugmyndir. Við byrjum bara svona pókum, að gera svona póka, í mörg ár bara póka. Svo að þær vera að koma með 100 hugmynda og það er okkar að hlusta og fara eftir. Til dæmis að gera svona vassheldar töskur, póka fyrir ammælisgjafir og jólagjafir. Þeir eru að gera svona veifur í staðan fyrir að hafa pappír eða plast í ammælum eða garðveistlunum eða partíunum. Þeir eru að gera smekki og þeir eru að gera hárbönd og allt þetta sem allt út frá efni sem við fáum líka sem að þeim dettur í hug. Þannig að við erum að styrkja þær í þeirra ferli. Við segjum ekki strax, nei, þetta gengur ekki. En ég vil alveg viðurkenna það að sumt sem þeir hafa gert ekki að gangi í íslenska markaðinn en við leyfum þeim og sjáum til. Því að þær náttúrulega allstaðar á heiminum og sumt bara ekki að ganga, fyrir íslenska konur mun aldrei kaupa sumt sem þær að hekla, sem þeir að reyna að selja. En þær þarf líka að reka sig á það, að stundum gengur þetta ekki og þá byrjum við bara upp á nýtt og reyna annað. Félagsskapurinn er mjög nauðsynlegur og mjög gaman. Við erum til dæmis með núna, það eru 6 eldri konur frá Afganistan sem koma og eru bara að fá félagskapin, þeir eru að rekja upp og svona hjá okkur, en við ætlum til að byrja útsaumi núna í haust, þannig að það geta að fara að sauma út og fræðslan til þeirra, þegar á að fara að gera skattaskýrslu, hvort það sé ekki öruglega að gera skattaskýrsluna og svona bara fyrir kosningar, að nýta kosningarétti sín fyrir það sem eru með kennitölu og búin að búa lengi á Íslandi í sveitarstjórnarkosningunum og sjálfsögðu sem ekki það sísta að hafa gaman. Það geta komið einhver staðar þar sem svona friðhelgi og bara konur og hlegið saman og haft það gaman. Og við höfum aldrei gleyma því að það þarf að hafa gaman að. Svo erum við aldrei kvenna, þar erum við með svona 2 ára verkefni, það var eitt að byrja núna, búin að vera svona kynningarnámskeið fyrir því, sem heitir Startu með sjálfri þér og þar eru við, það er aðalega, konan verður ekki að tala íslensku
og eina sem þær eiga sameiginlegt áður en námskeiðið hefst er að þær eru á örorkubótum eiga barn. Og svo kemur náttúrulega ljós að þær eiga heilmikið sameiginlegt en líka margt sem er ekki sameiginlegt en það er verið að vinna með þeim í 2 ár og það er verið að bæta sjálfsmyndina og trúa eigin getu, það er alveg saman sem erlendu konur rauninni, það er bara svona önnur aðferðafræði kringum það. Að efla félagslegt tengslanett og koma í veg fyrir félagslega einangrun og eflast í foreldrahlutverkinu. Fólk spyr 2 ár, það er 2 ár til þess og við segjum, sko við erum búin að vera pröfuð með 3 mánaða námskeið, við erum búin að fylgja mörgum eftir, það þarf langan tíma. Bara það að læra að vakna á morgnana, mæta á réttum tíma, kunna afboða sig og þora að taka þátt, það tekur langan tíma fyrir konur sem búin að vera passívar í mörg ár. Og þær eru kannski líka sameiginlegt að þær hafa enginn þeirra geta farið gegnum virk. Þær eru taldar óstarfshæfar. En þær hafa svo sannarlega farið gegnum virk, þær hafa farið í nám, þær hafa farið í vinnu, þær hafa verið undir sjálfboðastarf og allt eftir að hafa hætt hjá okkur. Þannig að þetta er að skila sér til þessara kvenna, en það eru núna með 3 ára samning við ráðuneytið í þetta verkefni því að þetta er bara mjög gott verkefni, þó ég segi sjálf frá. En ég er ekki að vinna í því, þannig ég er ekki að hæla mér fyrir þetta góða verkefni. Svo er þetta konuð með Rósu. Sko, hérna, vilt þú bara segja frá þessari glæru? Koma hérna? Já, komið sæl. Við erum með skjólið sem opnar sem sagt í 2021, þannig að það er tiltölulega nýtt verkefni. Þetta er fyrir konur sem eru heimilislausar, eru nýkomnar í búsetuúrræði eftir heimilisleysi eða búa við ótryggar aðstæður og við erum í rauninni fyrst og fremst að mæta grunnþörfum þeirra fyrir næringu, fyrir hreinlæti og fyrir hvíld. Við erum nýbúnar að breyta opnunartímanum. Við erum með opið núna frá 11 til 4, áður vorum við með opið frá 10 til 3 og við erum að markmiðið okkar er í rauninni að þær hafi öruggt skjól til að vera á daginn og við erum að styðja þær í að lifa daginn af. Við mætum þeim á þeim stað sem þær eru hverju sinni og erum að valdefla þær með því að aðstoða þær og eingöngu á þeirra forsendum að lækka kannski þeirra þröskulda fyrir það að nálgast aðra þjónustu þá í heilbrigðis- og félagslega kerfinu. Við gerum ekkert fyrir þær nema þær óska eftir aðstoðinni, þannig að við erum að styðja við þær en við erum ekki að reyna að bjarga þeim í sjálfu sér. Takk að við. Já, svo endilega, ef við erum með spurningar til Rósu núna eða eftir, við erum eftir að taka spjall þetta betur hérna eftir. Þetta er bara frábær viðbót og dásanlegt að hafa Rósu og hennar kollega og konunar við hliðina á okkur. Já, við hjá hjálparstarfinu, við höfum valið að forgangsraða börnum og þá er fjölskyldu þeirra í okkar starfi. Og ég veit að þetta er kannski sá punktur sem við höfum mest verið kritisera fyrir. Af hverju erum við ekki að hjálpa öllum? Það er kannski svona, það snýst á peninga og kannski líka bara, og peningarnir geta sagt líka til við getum ekki ráðið fleira fólk sem þyrfti til að sinna öllum og stærra húsnæði til að geta sinnt öllum. Þannig að við hugsaum út frá því að á höfuðborgarsvæðinu, sérstaklega Reykjavík, eru aðra hjálparsamtök eins og Mæðrastyrksnefndin og fjölskylduhjálpin að aðstoða einstaklinga með mataraðstoð. Þannig að við ákveðum að við skyldum forgangsraða börnunum og gerum það og okkur finnst það bara að vera kannski, að börn eiga ekki að búa við fátækt og við kannski reynum að gera sem við getum til að breyta því. Og það gerum við, til dæmis með því, ég hef framtíðarsjóðan fyrst, það var kannski að fyrsta sem við gerðum hjá hjálparstarfinu, þegar ég var svona nýlega byrjuð, hann er elsti svona sértæki sjóðurinn okkar, er að styrkja börn til náms. Ég sá það þegar ég byrjaði að hjálparstarfinu og það sem að kannski einkenndi þann hóp sem var að koma til okkar, sem voru þá nótabene nánast eingöngu Íslendingar, var að þeir hefðu ekki margir sem lokið neitt í menntun.
þá er grunnskólamenntun kannski 1-2 ári framhaldsskóla. Þannig að við hugsaum hvað er kannski svo leið sem er mesti möguleiki að rjúfa vítahring fátæktar, það er að koma í veg fyrir það börnin þurfi að hverfa frá námi. Og það gerum við með framtíðarsjónum, þá erum við að borga skólagjöldin, við erum að borga efniskostnaðar bækur, við erum út af börnunum tölvur ef að þess þarf. Við hefum líka verið gleraugu einstaka skipti, við hefum farið í lesgreiningar, bara aðstoða þessi þurfa. Það er oftast þannig að það er bara börn okkar skjólstæðinga, líkara námsráðgjafar sem stundum hafa sambandi við okkur vegna þess að börn eru bara flosnað upp á skóla og spyrja hvort að við getum komið þar inn og þá verðum við sjálfsögðu við það. En sem betur fer er nú teikn á lofti með það að skólagjöld og námsgögn fyrir ungmenn upp á 18 ára aldri verði frí, bara eins og grunnskólinn okkar. Þannig að vonandi breytist það. Þannig að við erum þá bara eiginlega með elsta hópin og við erum ekkert að segja að þú eigi að vera búið með stúdentsprófið eða búið með tækniskólan eða verkmenntaskólan á Akureyri eða hvað sem er 19 ára. Það er alveg upp í 23-24 sem við erum aðstoða. Við sjáum bara að krakkar sem hætti í námi byrja aftur, detta út tíma, vilja halda áfram. Við viljum endilega geta stuttu til að geta klára náma, það skiptir svo miklu máli. Og við eigum alveg skemmtilega sögur af því að það var ein stúlka sem bjó við mjög lélegar svona fjölskyldu aðstæður, þannig að hún flutti heiman ung og bara bjó í herbergi og vann fyrir sér helgar og kvöldin til að geta borgað leigu og mat og svona, en hún átti ekki fyrir skólagjöldum og bókum og hún var í þjónanámi. Svo seinna meir, þá gerist hún þjónn og hún kom í vinnu til okkar eiginlega þegar hún var nýbyrjuð og sagði Vilborg, við erum með svona eitthvað gjafaleik, ég var yfirþjónn, ég vil bara koma gjafabréf að ykkur til að geta, ég hugsaði að þið gáttu stutt mig, nú vil ég geta stutt ykkur að ég hef tækifæri til þess. Og nú rekur þessi stelpa sjálf svona lítið veitingahús. Þannig að við höfum börn sem hafa verið tæknifræðingar, smiðir, bara allt mögulegt. Og þetta er kannski það sem ég er svona kannski mest ánægð með í mitt starf, það er akkurat þessi sjóður. Ef ég segi, það er svona mitt aðalbarn. Svo er það skólastuðningurinn sem var áður fyrr þannig að við vorum að útvega allt frá stílabókinni og pennanum og reikningsbókinni og allt og bara upp í królutösku og sundbólinn. En í gegnum velferðarvaktina þá var svona hvati til sveitafélaga að ritfeng urði frí. Þannig að við erum þá meira núna að aðstofa með eins og skólatöskur, íþróttafötin, íþróttaskó og annað slíkt. Og það var í síðustu viku og ég bara veit ekki hvað voru margir, ætla ekki kannski verið 70-80 fjölskyldur sem komið síðustu viku og búið að bætast alveg hellingur í þessari viku og gerir það alveg fram á haust sem er að koma og fá vegna grunnskóla byrjuna stuðnum hjá okkur. Við erum að styrkja börn til tómstunda, það er nú bara þannig að það er mjög dýrst að vera tómstundum. Að borga fótboltanámskeiðir eða píanótíman eða eitthvað svona, þá dugar tómstundastyrkurinn ekki langt. Talanum ekki eða þú ætlar að fá að vera með í ferðunum eða eiga rétta gallan og allt þetta. Þannig að við erum að styrkja svona aðra á haustin og kannski á sumrin í ferðir og haustin þegar tómstundastyrkin eru búin sem sveitafélagin er að gera. Og þetta náttúrulega skiptir mjög miklu máli að geta stunda tómstundir, en við segjum kannski líka, komum þarna inn í að ef að börn eru í 2 eða 3 tómstundir þá sem við bara flest börn, það er bara 1 dugar, nema kannski að barnið með einhverja greiningar og það getur bara vel verið að þurfi 2, að það þurfi ekki, börn þurfa líka á tíma til að leika sér og þessi leiðast. Börn er ekki 3 tómstundum eða tónlistaskóla, dans og fótbolta. Það bara mattsar ekki alveg. Og við erum að reyna að skapa minningar. Því minningar eru mjög mikilvægar. Að eiga góða minningar, setjast niður og geta rifjað upp hluti. Þegar ég sitt með börnunum mínum, þá erum við að tala manstu þetta sumarfrí, manstu þegar við gerum þetta, getum hlegið saman einhverjum upplifunum og þau muna öðru sinni ég og ég kannski að þetta var nú ekki alveg svona og bara verðum að tala hvað við höfum gert í lífinu, bara alltaf. En ef þú byrðir við fátækt, þú hefur aldrei geta gert neitt sem skapar neina minningar,
þú er aldrei komst í sumafrí eða í leikhús eða bara út að borða eða neitt. Það er alltaf verið þannig að sveitafélögin eða svona samtökum sem við hefum aðstofa börnum til að koma í sumarbúðir hjá KFUM eða skátanum eða eins og áður fyrir og svona, en aldrei saman sem fjölskylda. Þannig að við fórum að gera þetta saman fyrst með hjálpræðishernum, að fara svona í saman foreldrar og börn í sumarbúðir á Úlfljótsvatni, gerum þetta nokkur ári röð og svo kom COVID og þá svona datta niður og þá hugsaði ég, hvað getur við þá gert í staðinn? Og þá var þetta með sumarfríið. Og allt var svo ódýrt, öll tilboð, hótelin og alls konar einhverju svona bílar sem var sofið í og allt á COVID-tímum. Þannig að við bara fengum styrk til þess að leyfa fólk að fara sumarfrí í eigin vali. Þannig að fólk var að fara, sumir fóru á tjaldstæði með tjald og við hjálpum þeim að kaupa tjald. Sumir fóru í svona, eitthvað, hvað heitir þetta hérna, kúkukampers eða eitthvað svona bíla eða aðrir fóru ykkur hótelgistingu og bara, þú veist, ótrúlega margar skemmtilega sögur sem heilt frá þessu. Þetta fyrst getur bara fólk fóru sumarfrí með börnin sín, bara út fyrir Reykjavík. Þetta gáttu við ekki 2 ár, svo náttúrulega bara kostaði þetta svo mikið að við erum hætt af því og svo var ég eitthvað tíma að tala þetta í útvarpinu, hvað var þetta með að skapa minningar á sumarfrí. Það var kona sem á sumarbústað upp í Skorradal, hún hafði samband við okkur og hún búin að vera að lána okkur bústaðar sín núna að leigja okkur hann fyrir mjög góða peninga vil ég segja, hún bara mjög svo góða. Þannig að það hafa verið, hvað var að segja, 300 okkar börn á 4 árum. 134 fjölskyldur. Já, á 4 árum sem að farið og dvalið í þessu sumarbústað og þannig að það fyrir upp í sumarbústað. Við látum fólki hafa bensínkort og við látum fólk hafa hérna svona bónuskort að við keyptum eitthvað á grilli og gert sér glaðan dag. Við segjum að við borgum upplifun eitthvað 10.000 krónur fyrir hvert fjölskyldumeðlim og bendum hestaleigur og allt sem í kring. En það er svo fáir sem nota það, því bara það að vera í sumarbústaðnum og það í kring upp í Skorradal, geta veitt í vatninu, það er bara meira en nóg. Það þarf ekki meira. Og þetta allt, og svo verðum við fjölskyldu húsdýragarðinn, svona áskort sem fólk er að fá fyrir okkur sem margir nota. Og út að borða, eigum svona stundum sérstaklega kannski fyrir feður sem eru með börnin sín og kannski gefum tækifæri út að borða og svona. En þetta bara skapar þessu góðu minningar sem við erum alltaf rætt skoða myndir og svona. Og það er mjög nauðsynlegt að geta gert það. Það er, þú veist, að því félagsleg fátækt er stór hluti af því að vera fátækur. Að komast aldrei neitt og geta aldrei upplifað. Og það er oft erfiðara að rjúfa félagslega fátækt, þetta er fjárhagslega fátækt. Við getum alltaf gert fjárhagslega fátækt ef allir myndi fá 50.000 krónur meira í mánuði eða húsnæðið á viðráðanlegu verði, þú veist ekki borga 400.000 krónur í leigu og þetta er bara 200.000, þá myndi mjög margir fara frá okkur, en þó það er sem alltaf ykkur hópur, þó hann er með góða tekjur, þá er þessi félagslega fátækt sem kemur í veg fyrir það að þú getur, þú veist bara, arrangera lífi þínu þannig að launin dugi út mánuðinn. Og það er sá hópur sem við erum kannski mest að vinna með, sá hópur sem er lengst hjá okkur. Sumt af þessu fólki, þessu fjölskyldum er búin að vera að koma til okkar sem ég byrjaði vinnunni sem 20 ár. Og ekki, þú veist, þannig, ekki bara til okkar, þetta er líka til barnaverndar, hjá fjölskyldu, hjá félagsþjónustunni. Þannig að þetta er þessi félagslega fátækt. Þú er kannski 3. kynslóð einstaklingar sem býr við fátækt og það er vinna að rjúfa það. En allt hefst þetta, allt sem við höfum verið að gera, sumarfríin, matarkortin, námskeiðin, allt sem við gerum hefst eiginlega út frá því með neyðaraðstofunum. Þegar einstaklingar koma til okkar og leita sér aðstofu fyrir með stöðuna þeirra. Að því gegnum það eigum við viðtölin og í viðtölum komumst við að bara hvernig landin liggur hjá hóp sem býr við fátækt á Íslandi. Og ég er ekki búin að hitta 10 eða 20, þetta er 1000 á þessum 20 árum. Þannig ég hef nokkur góða mynd af því bara hvernig landi liggur og þessi hlustun. Þú veist bara þegar við ferum með fjármálin og sjáum hérna að þú er búin að hérna taktu einu sinni í viku og kaupir 4 hambúrgarar í börnin þín og þig eða á Dominos og svona. En ef þú færi nú bara, þú veist, gerðir ennþá betra að færi bara í kjöthölluna og keypti 4 hambúrgara, það myndir spara mjög mikið eða, þú veist, þá segir fólk, Vilborg, ég er bara með svo mikið kvíða að ég get ekki elda, ég veit ekki hvað ég elda, ég get ekki fundið upp á því hvað ég elda, þess vegna fer ég.
Nú, ok, hvað getum við gert í því? Þá fyrir við á stað og reynum að gera eitthvað til að hjálpa fólk upp úr þessum sporum. Það er verið að sækja inneignarkortin, fólk þarf að skila yfirleitum tekjur og útgjöld, fólk fær alveg nei hjá okkur, fólk er alveg yfir mörgum og sumir bara langt yfir mörgum. Fólk er að fá lyfjaaðstoð og það að fá við alla, líka einstaklinga. Þeir fá líka lyfjaaðstoðina hjá okkur og fólk er að fá fatnað. Þetta er þessi neyðaraðstoðin hjá okkur. Ef þú býrð á Ísafirði eða býrð á Sauðárkrók, þá skiptir ekki máli hvort þú ert einn eða ekki. Þú veist, við aðstofum alla þá sem að búa á landsbyggðinu þá sé einir, það er bara höfuðborgarsvæði, þá er barnafjölskyldur fyrst og fremst þeir sem erum aðstofa. En inneignarkortin gefa okkur aðgang að þeirri vitnesku og bara öllu því sem við verðum að gera undanfari, ég getur bara að segja það. Við höfum oft rætt um það, eigum við að taka þau út, eigum við bara að vera í námskeiðunum, en þú veist, það eru tvær hliðar á öllum málum, en þetta er svona inngangurinn að fólkinu. En við gætum minnkað, þú veist, greiðslurnar hafa ekki svona margar og miklar, við gætum gert sko settar þannig að fólk þarf kannski að verða að mæta okkur námskeið hjá okkur, verður að gera eitthvað og sína eitthvað. Það er ýmislegt hægt að breyta, en það kostar meiri vinnu og fyrir okkur og fyrir starfsfólk og það kostar peninga. Og framkvæmdastjórinn situr hérna og hann brosir ekki. En við erum 3 félagsráðgjafar, eins og einhvern tíma sagði við mig að aldrei að hleypa félagsráðgjafanum inn, þá bara koma alltaf fleiri eftir. Þegar ég var fyrst, nú er komið 3. En þetta hefst allt með viðtali og allt með hlustun og svo þessi framkvæmd eins og ég var að segja ykkur áðan, við förum svo að gera eitthvað til að mæta fólkinu og svo erum við talsmenn. Og það er bæði í okkar siðareglum félagsráðgjafa. Það hefur verið núna lagt meiri áherslu á undanfarið að félagsráðgjafar hvar sem þeir starfa eiga að vera talsmenn þess hóp sem þeir eru að vinna með og fyrir. Af því við erum alltaf að mæta þeim hóp sem kannski stendur mest höllum fæti í samfélaginu. Þannig við erum talsmenn, við erum að koma fram í fjölmiðlum, reyna að skrifa greinar, bara að tala máli þeirra sem til okkar koma. Og við höfum líka hjálparstarfum, við vorum með í því að stofna EAPN á Íslandi og í gegnum það, svona PEP sem er fólk sem býr við fátækt, að þeir vera sín eigin málsvarar og kenna þeim að koma fram og tala sín eigin máli og við höfum gert það með þess að mjög vel, myndi ég segja, alveg hreint. Ok. Svo verð ég að segja það hérna, ég með þessa setningu hérna, til hvers að láta mig dreyma. Sko draumar er megin atriði hjá okkur öllum, okkur dreymir öll. Við hugsum alltaf og drauma hvað við viljum, hvað væri nú frábært, allt frá því hvað, þú veist að geta gert þetta og til hlakka til þess eða við eigum okkar drauma framtíðina, drauma fyrir börnin okkar og bara draumum ef við getum eignast nýja úlpu eða hvað sem er. Þessi setning hef ég frá henni hérna langamömmu minni. Hún langamömmu mín, hún er fædd í hérna, hún er frá Kussungstöðum, hérna fyrir norðan í Fjörðum. Og hérna, hún var hérna Jökull Jakobsson tók viðtal við hana sem ég hlustaði á seinna meir og hún þegar var svo mörg systkinin, hún var sett hérna í Þöngulfjörð í vist þar og svo hljóp hún svo oft yfir til mömmu sinna og fjölskyldu sinna þannig hún sat yfir kindunum og svo fekk hún að fara heim þegar elsta systirinn fór í nám og þarna þegar þetta viðtalið tekið þá býr hún í Grímsey og orðin blind, hún er 100 ára og hann spyr, þú veist, hvernig henni ekki langan að fara í skóla. Hún svarar, til hvers að láta sig dreyma því ég veit að var aldrei veruleika. Og bara setningu alltaf setið í mér, bara síðan þá, að þetta á við mjög mikið af fátæku fólki sem til okkar kemur. Þannig við erum stundum að reyna að vekja með þeim þessa drauma. Þetta sko að hafa stefnu, hvað viltu, hvað ætlar að gera? Og það eru óbúslega margir, þessi börn sem búið að fátækt og búið að gera rannsókn á því að þau láta sig ekki dreyma. Bjarni getur örugglega sagt frá fólki sem hann er að vinna hitta í Afríku að draumarnir fara. Þannig að við þurfum til að geta unnið með fólk og komið fólk á næsta skref í lífinu að vekja með þeim drauma. Það bara verður að vera og ég meina, þú veist, bara, maður þegar ég var að byrja að segja þetta, fólk fannst ég bara að vera draumavilbúk, það er bara draumórar. En draumar við þurfum öll að eiga drauma, þurfum öll að geta
hugsað betra líf, hvað þetta var stefna, það er bara svona eiginleiki mannsins. Og þegar það er tekið frá fólki, þá er erfitt fyrir okkar einstaklinga að sjá ykkur framtíð fyrir sér. Svo er ég komið tilbaka, hérna á myndina, sem ég setti, ölmusa eða valdefling. Það er kannski eitthvað sem við getum rætt Þau eru ekkert búin að grípa inn í fyrir mér. Þegar ég var að byrja hjálparstarfi kirkjunnar, þá var mjög mikið, ég manna, hún Lára Björnsdóttir sem mín fyrirmynd sem félagsráðgjafi, hún eina af mínu fyrirmyndum að því ég var að vinna með henni á Kópavogshæli þegar ég var ung kona. Þá var hún fyrst í félagsráðgjafinn þar. Hún talaði það starfsemi mæðrasystemdar og starfsemi hjálparstarfsins sem ölmusuhjálp. Og þetta fór ógeðslega taugarnar á mér og ég er búin að vera að gera allt sem ég get síðan þá að breyta því að þetta er ekki ölmusa. Þetta er hjálp til sjálfshjálpar og við erum að reyna að valdefla fólk. Og það er alveg ölmusa, þá réttur fólk í matarpókan og spyrð einskins og ber ekki virðingu fyrir einstaklingum sem kemur til þín. Með valdeflingu þá horfir augunum mannskjörn sem kemur til þín og spyr sko hérna, okay, hvert þetta stefna, hver er draumur þinn, hvert erum við að fara? Og þetta er meginmunur í allri hjálparstarfsemi er þessi sko að rétta og án og sem að segja að það kemur enginn og biður matarpókan að þurfa á því að halda. Og það er rétt alveg í 90% tilvika, algjörlega rétt. En þessi félagslega fátækt, félagslega einangrun og allt það fer ekki með því. Og það er það sem við þurfum að vinna með, að hjálpa fólki þar í þá átt. Þannig ég segi að hérna, ölmusa er ekki eitthvað sem að, mér finnst það bara ekki fallegt orðheldur. Ölmusa er ekki eitthvað sem að við viljum hjálpa starfinu, við viljum valdefla fólk og aðstofa þann hátt. Það er meiri vinna, en ölmusan er léttari vinna, miklu ódýrari fyrir okkur að gefa smát og kaupa og rétta en allt sem annars við höfum að gera. Við ætlum að tala með peninga, en það breytir ekki neinu. Það flýtur ekki fólk, það flýtur ekki fjöll. Valdefling getur gert það. Eins og ég segi, við erum fólk sem bara, konur sem er að klára félagsráðgjöf, fólk sem bara er frábæra. Fyrstu hópur sem voru með voru 8 konur, þeir eru enn að hittast. Þeir hittast í mat í IKEA. Einn þeirra til dæmi sem var á fyrsta námskeiðinu, hún eldar mat fyrir fundina hjá okkur, þegar fulltrúaráðsfundur og aðalfundur. Það er svo gaman að sjá bara svo konur bara blómstra. Nú er ég búin. Ég get til að klukkutími viðbót en ætla ekki að gera það. Ég get alveg predika vel sko. Er einhver sem að vil spyrja? Já, takk kærlega og hérna gaman að fá að heyra þessu öllu. En mér langar kannski að áskoranir varðandi það er svo margir sem er ekki íslensku talandi. Já. Og þið eru félagsráðgjafar vantarlega öll íslensk. Já. Að bara svona segja okkur aðeins hvernig gengur það? Sko, þetta er alveg bara mjög valið spurning núna. Þetta er mjög mikla áskoranir og núna á síðasta starfsóri yfir 52% þeirra sem leituðu til okkar af erlendu bergibrotni frá hvað mörgum löndum? 78 löndum, já. Og og við, sem ég segi, ég tala ensku og norsku og dönsku, en ekki meira. En við fáum fólk með alls konar, sko, mjög margir tala náttúrulega ensku, bara þetta að segja það alveg hreint. Sumir kom bara geta ekki sagt orð nema á sínu eigin tungumáli og við bara, og við tökum ekki Google Translate. Það bara, ekki nema að segja bara, þú getur mætt á morgun klukkan þetta. Við sjáum bara hvað það þýðir mjög vitlaust og sumt bara algjörlega rangt. Þannig að fólk getur komið túlk með sér, það getur hringt í vin, þannig að gerum það, en ég vil alveg segja það, COVID kenndi okkur það að nota tæknina. Þannig að mjög stór hluti af umsóknum kemur í gegnum netið og þá getum við farið yfir, sjáum strax hvað vantar, þá getum við sendt post og fólk getur þá nota þýðingaforrit og þýtt það sem við segjum í postunum og senda okkur tilbaka. Umsóknunar okkar eru þannig að þú getur bara valið tungumál þegar þú fyllir út, en við fáum það alltaf íslensku.
En þetta er mikil áskorun og menna, þegar fólk er að koma að biðja lyf, það hérna eða það eitthvað fyrir magan eða eða eitthvað fyrir hausinn, sko. Það bara lábrasleikur og líka það að það hefur ekki verið komið inn í, sko, þegar ég var að læra, ég lærði nú í Danmörku félagsráðgjöfina og það er ekki komið ennþá, að kenna fólki að vinna með túlkum. Það er alveg kunst að vinna með túlk sem situr og túlkarnir eru kannski líka, ekki mjög góður. Við eigum ekki túlkanám hérna í Íslandi því við erum miður. Þannig að bara það er líka. Og svo kannski ert þú að túlka á ensku, það getur verið enska þín sem bara ekki nógu góð. Þú segir túlkum eitthvað ensku og þú kannski ekki nógu góð. Þannig við vitum að þetta eru mikla áskoranir. Ég er viss það, Rósa, að mjög margir er að velta fyrir sér hvaða konur eru þetta eiginlega sem er að koma í skjólið og hvernig gerist þetta? Getur þú aðeins útskýrt betur hópin sem kemur til þín? Já, konurnar sem kom í skjólið, þær eru bara eins og ég og Vilborg eða ég og hver sem er. Þetta eru konur sem eru á aldrinum 18 til 72 ára sem hafa komið til okkar og þetta eru konur sem að missa í rauninni kannski bara tökin á lífinu, ekkert endilega þegar þær eru 12 ára. Margar þeirra eru að missa tökin þegar þær eru fertugar og eða seinna á lífsleiðinni. Þær eru yfirleitt að missa tökin á lífinu eftir einhver áföll og það geta verið stór, það geta verið endurtekin áföll og það geta verið alls konar. Og ég sé sjálfa mig í mörgum af þessum konum og í sjálfu sér gæti í rauninni bara hver sem er verið á þessum stað. Þannig að, já, þetta er bara konur, venjulegar konur. Það var ekki alveg að segja það að þessar konur sem ég var að segja með áðan sem að búið sér félagslega fátækt, það sem einkennir þær er svolítið að þær hafa orðið fyrir áfalli einhvers tímann á lífsleiðinni. Búið við heimilisofbeldi eða sem ungar konur sko, að hendi föður síns eða foreldra sinna eða misnotaðar kynferðislega og hafa aldrei fengið þá aðstoð sem þurfa á því að halda með þessi áföll sín. Það er svona einkennir svolítið þennan hóp. Við svona sjáum það alveg. Við sjáum alltaf þegar það er svona umfjöllun í fjölmiðlum svona kynferðislega afbrot þá kemur þetta upp í umræðan hjá þeim mjög mikið. Þetta er svolítið svona enginn þennan hóp og bara þannig að þröskuldirnar þeirra í lífinu verða svo stórir að þær geta nánast aldrei komist yfir það, hvort sem er erfiðleikar og eitthvað bjáta á í menntunni þeirra, í hjónabandi eða vináttu, í staðan fyrir að læra að fara yfir þröskuldin, þá bara gefast þau upp áður en að honum kemur og skilja eða hætti í skóla eða hætti í vinnu. Bara þessi einkenni líka oft mörg sambönd og stutt vinnusaga en þetta er alltaf þegar líkur þarna eitthvað sem bara er inn í þeim sem það er aldrei fengið með fyrir að hjálpa með. Og svo sumar kannski sem er búið fíkn líka, þá náttúrulega er áhættan að fara ennþá verið út í lífinu. Enda held ég að sko mjög margar af okkar konum hafa á einhverjum tímapunkti leitað einmitt til hjálparstarfskirkjunnar. Þar á undan sko. Þannig að og við erum rosa heppnar í skjólinu að hafa baklandið í hjálparstarfi kirkjunnar. Ég held að þetta er bara þekkingin og reynslan eins og hjá Vilborgu. Það er bara hafsjóra fróðleik og þetta er bara gullkista. Já. Við þetta áttu nú að síðasta glæran en þetta bara að standa að því að heimsmarkmiðin sem eru hérna hjá okkur sem að við eigum fylla og erum hérna eins og þetta að engin fátækt, engin hungur, heilsu og vellíðan, menntun fyrir alla, jafnrétti kynjanna. Við náttúrulega förum mjög mikið þarna inn í bara sem ég er búin að segja ykkur frá. En það sem er svo erfitt hér á Íslandi er það að það er svo fá mælitæki. Stjórnvöld er ekki nóg duglega að setja upp sko markmið og sína okkur hvað er langt komið með hvað. Það reyndar að maður fer inn á mælitækin og sér maður eitthvað aðeins hjá þeim. En við kannski ekki alveg sammála hvernig við reiknum út að það sé engin fátækt á Íslandi eða ekkert hungur sko.
En þetta er kannski eitthvað sem við höfum samt í huga þegar við erum að vinna. Mér langar að spyrja mig Já. konur sem að eru í þessu skjóli á daginn. Hvert fara þær þegar þið lokið klukkan 4 á daginn? Já, við erum ekki lögbundin aðstoð, við Nei. erum viðbót. Það er ekki, það er sem sagt konukot, það er neyðar nætur atkvarf fyrir konur og það er opið frá klukkan 5 á daginn og til klukkan 10 á mótnana. Þannig að við erum að reyna að dekka þarna tímabilið á milli, vorum sem sagt að breyta opnunatímanum og það er í rauninni hugmynd frá einni af okkar konum, hún óskaði í rauninni eftir og kom með þá hugmynd að vera frekar með opið frá 11 til 4 heldur en 10 til 3, það auðveldar þeim lífið þarna beggja megin við og en við erum eingöngu með opið á virkum dögum, við erum ekki með opið helgar og við erum ekki með opið á rauðum dögum. Þær eru stundum á föstudögum bara, hvað á ég að gera helgina? Og það er rosa vont að vita af þeim að þær hafa engan stað til þess að vera á daginn. En ég var að vinna í konukoti áður en ég byrjaði að vinna í hjálparstarfinu og við vorum að senda þær út í daginn á hverjum einasta degi klukkan 10 og þá höfðu þær engan stað til að vera. Þannig að það að skjólið er opið, þó að það sé bara á virkum dögum, að þá er þetta gífurlega mikill munur fyrir konunnar að hafa þennan stað til að vera á. Og þetta hefur að þeirra sögn, margar þeirra hafa sagt að þetta hafi hreinlega bjargað lífið þeirra. Þannig að, já. Er eitthvað svona meira sem að skýst upp í kollinu á okkur sem við viljum vita, fá betri útskýringu á eða spyrjum eða... En Því ég þekkjum aðeins hérna til en Rósa í sambandi við konurna sem koma þarna að ég held að fólk ger sér ekki grein fyrir því hvaða aðstóð eða hvaða er að koma inn í fyrir utan ást og umhyggju en það kemst þarna náttúrulega í sturtu og það eru herbyrgi sem þau geta verið í og verið einar og þar geta gert í raun og veru hvað sem þær vilja. Það er tómstundaherbergi og þar geta verið tölvum þarna og tala ekki matinn. Og það er kannski gaman að heyra hverjir styðja ykkur eins og til dæmis samband við, ég kom og séð hérna frystikisturnar ykkar, að segja okkur kannski aðeins frá því hverjir eru að gefa matinn. Herðu, við erum, hjálparstarfið er náttúrulega, við erum með ákveðin rekstrar grundvöll, en við erum að fá, það eru svo mikið af alls konar hjálparstarfsemi í kringum okkur sem að vilja aðstoða. Svo röptumista klúbarnir hafa verið að hjálpa okkur, Oddfellow hafa verið að styrkja okkur, við höfum verið að fá, við erum náttúrulega að fá aðstöðuna líka frá hjálparstarfinu. Við erum í rauninni bara í alls konar svoleiðis samvinnu með eins og þetta. Við höfum fengið aðstóð fyrir jólin til þess að gefa jólagjafirnar. Við höfum fengið aðstóð, það eru svona þessi litlu hlutir eins og í sambandi við virkni. Við erum ekkert endilega að fá konurnar til þess að prjóna mikið hjá okkur eða sauma. En virknin felst kannski í því að þær busti sér tennurnar og þá er rosa gott að við eigum tannbusta hjá okkur sem við getum gefið þeim og tannkremið á hann. Og þá höfum við fengið aðstóð frá ýmsum klúbbum hingað og þangað fyrir utan að það er náttúrulega ákveðin, það er ákveði í rekstrinum sem að við getum sett í þetta. Bróður minn til dæmis, hann aðstóðar mig, kemur reglulega, alltaf þegar hann fer til útlanda, þá kemur hann með kartón af sígarettum handa mér til þess að gefa konunum. Vegna þess að fyrir okkur, þá skiptir það gífurlega miklu máli að geta sagt, þegar þær eru kannski í uppnámi, að segja, hei, viltu koma og fá þér eina sígarettu? Bara til þess að aðeins að slaka á. Þetta er bara, eða þegar það líður að mánaðamótum, þá eru þær kannski orðnar stressaðar og það að geta gefið þeim eina sígarettu, það bara skiptir máli. Þannig að það er alls konar svona sem að hjálpar. Þannig að, ég held að við séum að detta á tíma. Ég held að hann sé...
Já. Já, það er yfirleitt bara eitthvað svona rauðar, eitthvað svona, þú veist. Já. Kæru vinir, þá er þessu lokið í kvöld. Takk hérlega fyrir komuna.
Komið sæl, góða kvöldið, bæði þið sem eru hér og þið sem eru að horfa á í streymi. Það er gaman að taka á móti ykkur og ykkur sem er einhver staðar hérna og maður sér ekki á þessa málstofum trúarlega skynjun. Þetta er hugtak sem að maður heyrir ekkit oft fjallað kannski í kirkjunni merkilegt nokk. Trúarleg skynjun sem að mér finnst mjög áhugavert. En hvernig skynjum við trú? Ég og þú. Er aðeins til ein rétt trúarleg upplifun til dæmis? Gerir söfnuður ráð fyrir að trúarleg skynjun sé með ákveðnum hætti og steypt í eitt mót? Á ég að trúa svona, á ég að upplifa trúna svona eða hinsegin? Er einstaklingsbundinni trúarlegri skynjun gefin gaumur innan safnaðar? Og fleiri spurningar. Hvaða ávinningur er að því fyrir kirkjuna þjóna að skilja hvernig trúarleg skynjun safnaða meðlima er? Hvernig er hægt að nýta þá vitneskju í starfinu? Ég er mjög spennt að heyra kynningu séra Vigfúsar Ingvarssonar trúarlega skynjun og ekki síst að lesa nýja þýðingu hans á bókinni Áhrifaríkt trúarlíf. En Vigfús hefur verið sérlega iðinn við að þýða efni einhverjum frá náttúrulega safnaðaruppbyggingu sem að ekki allir kannast við en sumir. Náttúrulega safnaðaruppbygging býður upp á tæki og tól þar sem hægt er að spegla stöðun í söfnuðum út frá ákveðnum viðmiðum til þess einmitt að bæta gæðin. Trúarleg skynjun. Bjóðum velkomin séra Vigfús Ingvarsson. Já, komið sæl og takk fyrir þessi jákvæðu orð. En það er nú bara best að skella sér í þessar glæru sem að eru svona uppistaðan í þessu en þetta áttu náttúrulega að vera hugsað líka sem spjall, þannig að til dæmis eftir hverja glæru gætum við komið með spurningar og ábendingar. Já, sem sagt náttúrulega safnaðaruppbygging sem þarna er skammstafað NSU, hún hefur þróast út frá rannsóknum á fjölmörgum söfnuðum út allan heim og það er Kristjana Svart sem er nú forgöngumaður í þessu starfi. Faðir hans var prestur í Þýskalandi í Lúterskirkju og þetta byrjaði nú þar einhvers staðar og það hefur orðið svona dálítið þróun á síðari árum eða viðbót við þetta starf að í stað þess að það beinist aðeins að söfnuðum sem slíkum að þá hefur sem sagt trúarlíf einstaklinga verið meira skoðað og þær aðferðir og viðmið sem voru þróuð við sem sagt rannsóknir og könnun á lífi safnaða hafa verið færðar yfir á einstaklinga. Og þannig að það núna eru ekki bara spurningun þessar kannanir fyrir söfnuði heldur einstaklingskannanir og þessar kannanir er náttúrulega almennt á netinu og ég held að sé nú bara eingöngu einstaklingskannanir, þær eru ekki teknar öðruvísi og það er dálítið sérstakt hvað þetta er hraðvirkt og menn fá niðurstöðuna bara strax. Þetta þótti sé sent heims álfa á milli. Það reyndar í tölvumiðstöðin í Ástralíu. Hefur verið í sambandi við Ástralíu í sambandi við þýðingar. Þetta er nú eiginlega kannski grunnurinn í þessum safnaðarkönnunum eins og þær hafa verið byggðar upp. Við höfum verið með örlítið mismunandi þýðingar og hugtökum en það er þessi 8 gæðamörk safnaðarlífs. Þetta var það sem kom í ljós eftir rannsóknir á þúsundum safnaða í margvíslegri menningu og mismunandi kirkjudeildum að þessir þættir virtust vera ráðandi varðandi svona hvort að söfnuðurinn blómgaðist eða staðnaði og kannski hnignaði. Það er rétt að hafa það í huga að náttúrulega safnaðaruppbygging
einblínir ekki á tölur, heldur það áhersluatriði heilbrigði og hugsunin þá sú að það sem heilbrigt það dafnar. En ef ég svona renni aðeins yfir þessi gæðamörk, það fyrst eflandi forusta, þarna erum við að tala söfnuð, það forusta sem að stuðlar að því að efla safnaði meðlimina, og síðan það þjónusta sem tekur mið að náðargjöfum. Það sem sagt það tekið tillit til þess hvar hæfileikar og náðargjafir fólks liggja í sambandi við störf. Á sömu sviðum þykir þetta náttúrulega mjög eðlilegt. Það þeir sem tónelskir, þeir í kirkjukórnum og þeir sem hafa gaman að vinna með börnum og hæfileik og því sviði í barnastarfi, en þetta ekkit endilega alltaf svona. Stundum fólki svona þrýst inn í þjónustu sem að það nýtur sín ekki í og árangurinn þá væntanlega minni. Nú, áhrifaríkt trúarlíf, það eiginlega það sem við ætlum að tala í kvöld, sko. Og þessi þýðing, þetta auðvitað alltaf matsatriði, hvernig á þýða þetta, en þess að þarna átt við trúarlíf sem skilar einhverju í góðu í lífi viðkomandi og svona samhengi viðkomandi. Því að það alltaf samhengið auðvitað samfélagið og allt, það skiptir máli. Sko enskunni þetta spirituality, normennirni þýða þetta sem, það nú könnunin, en sem sagt, þá ég komin út í þrengrasvið, en áhrifaríkt trúarlíf sem sagt trúarlíf sem að virkar, skilar einhverju. Nú svo virkt skipulag, þá ekki í söfnuði, þá ekki verið að tala að skipulagi eigi að vera svona og svona, heldur virkar það. Nú, guðsþjónustu samkomur sem veita innblástur, það sem sagt, það svolítið viðmiðið, ekki hvernig þær eiga að vera, heldur gefa þær fólki einhverju, skila þær einhverju, byggist fólk upp, það, fær það einhvern svona innblástur. Nú, smáhópar þar sem trúnaður ríkir, það sem státt við smáa hópa þar sem persónulega mál geta átt sinn vettvang. Sko, þetta geta verið alls konar hópar, þetta geta verið biblíuleshópur, bænahópur, þetta gæti þess vegna verið sóknarnefnd. Það sem sagt átt við það að það sé ekki bara verið að afgreiða einhver mál sem auðvitað mikilvægt að fjalla heldur ef að til dæmis veikindi hjá einhverjum að það eigi sinn vettvang, fólk sem sagt getur komið með sín persónulegu mál. Nú, boðun í ljósi þarfa fólks, það sem sagt að boðunni sé í takt við þann veruleika sem að verið að glíma við í samfélaginu, og við getum sagt það. Nú, kærleiksrík samskipti, það auðvitað eitt lykilatriði. Við getum sagt sem svo að séum með söfnu þar sem að samskipti ekki kærleiksrík á milli fólks, að þá þýðir ekkit að breyta skipulaginu eða auka einhverja fræðslu með einhverjar kenningar. Nú, menn kannski geta spurt, ég var að tala svona könnun, sko, hvernig þetta kannað? Það kannað með mörgum spurningur sem óbeinar, það ekki spurt hvort að samskipti séu kærleiksríkt, heldur það kannski spurt hvenær var þið síðast boðið í kaffi hjá einhverju safnaðarmeðlimi eða sem dæmi. En þetta sem þarna ég að tala safnaðarkannanir sem eru grundvöllur. Já, en síðan það meiningin að beina athyglinni að bara einu af þessu gæðamörkum og þá útfært sem sagt einstaklingsmál. Sem sagt gæðamarkið áhrif trúarlíf. Já, það snýst að trúin hafi áhrif í lífi fólks og samhengi þess. Og þarna það sem ég tala þjóðkirkjusöfnuð, þarna náttúrulega fyrst og fremst norskt viðmið, en sem ég reikna með að gildi að einhver liti hér að þetta gæðamarku yrðist oft ekki mjög hátt í
í svona dæmigerðum þjóðkirkjusöfnuði, auðvitað eru þeir margbreytilegir. En hérna, já, nú skilningur á farvegi trúarskynjana möguleg leið til að hafa áhrif á þetta gæðamark. En sem sagt, ég ætti nú að stoppa hérna og endilega að fá einhverjar spurningar því að það eiginlega of seint kannski þegar búið að fara í gegnum allt að muna hvað mann vildu spyrja Já, Þorgils, þú þarft að fá hérna hljóðnemann fyrir kerfið. Já, annars held ég að röddin mín sé nokkuð sterk. Já, en þetta þarf til þess að komast inn í kerfið. Að sjálfsögðu. Já. Sko, hver er eiginlega erlend þýðing á því sem þú kallar áhrifaríkt trúarlíf? Því að mér dettur líka í hug árangursríkt trúarlíf. Já, það er hægt að tegja það og toga alla vegna. Það er, býtum nú, á enskun er þetta passionate spirituality. Já, passionate. En hugsunin er þetta að það er ekki bara einhver hugmynd heldur, það er eitthvað sem er eitthvað afl í lífið þínu og hefur áhrif og breytniðina og svo framvegis. Sko. Kæra þakkir. Er ekki fleiri sem vilja grípa inn í eitthvað, það er hérna, en verðið ófeimið við að rétt upp hönd og þá látum við hljóðnum að ganga. En sem sagt, skilningur á farvegi eða eðli trúarskynjana er ein leið til að hafa áhrif á þetta gæðamark, sem sagt áhrif trúarlífsins. Og þannig erum við náttúrulega komin inn í trúarlíf einstaklinga en söfnuður er auðvitað hópur af einstaklingum og svona einstaklingskannanir eru oft teknar sem hópkannanir, það er að segja við getum sagt til dæmis starfsfólk í einhverju söfnuði, það tekur allt svona hver fyrir sig svona könnun og þá getur ýmislegt forvillegt komið í ljós, til dæmis verður stundum mikil einsleitni í kannski safnaðarstjórn. Það eru kannski allir í einhverju ákveðni trúarskynjun sem kannski ekkit í samræmi við það sem í söfnuðum endilega. Þannig að það getur mjög fróðlegt fyrir safnaðarleitt og til dæmis að átta sig á þessu. Og já, aðeins til að útskýra betur þessar mismunandi trúarskynjanir. Þetta er ein svona góð líking, við getum hugsað okkur útvarpsrásir að notum þessa líkingu eins og Guð sendi út á mörgum útvarpsrásum. En við hver fyrir sig heyrum best á einni eða fáum þeirra og kannski alls ekkit á einhverjum af þessum rásum. Og þarna kemur sem sagt upplag okkar til og að einhverju leyti mótun. Og það sem að hrífur einn og vekur vitundum guðleg áhrif nær lítið til einhverja annara. Nú, í sambandi við svona trúarskynjun, það er líka hægt að nota orðalagi, tala til dæmis trúar tungumál, norðmennirnir tala trúarsprók og þá sem eins og móðumál, það sem mann eðlilegast, en síðan getur maður lært önnur tungumál, þó þau verður kannski ekki alveg eins eðlileg og móðumálið. Er ekki eitthvað sem þið viljið, já, gerðu svo vel. Ertu þá að meina það að maður getur lært önnur tungumál, þessi líking að eins getur lært þá trúarskynjun? Já, að vissu marki. Já, að vissu marki. Að skynja. Já, og ég held að maður hafi, ég held bara, ég hugsa sjálfum mig, maður hefur lært, þetta er kannski hliðstætt, ég var til dæmis algjörlega laglaus sem barn, en svona smá saman hef ég farið geta njóta tónlistar og líka svona í sambandi við eitthvað samdi listir sem að ég skildi ekki og fannst svona bara ómerkilegt að með því að svona gefa því gaum að þá, þannig að, já, að vissu marki og það er reyndar mjög hollt að kynna sér aðrar trúarskynjanir heldur að það sem eru hérna standa manni næst vegna þess að já, það dregur hættu á svona mikil einsýni og jáfnvel öfgum og getur sem sagt dregið úr samskipta erfiðleikum því að það er viss hætta að við
við svona höfum kannski horn í síðu að líta niður á einhvern sem að verist, já, og finnst sko trúar upplifun eða lífviðkomandi ómerkilegra vegna þess að það bara lítur svolítið, já, fer eftir öðrum brautum. Ég velti fyrir mér, þú talar farveg trúarskynjana. Ef ég væri einhver kon út í bæ og væri ekki trúið, myndi banka upp hjá presti og segir þau, ég í vondum málum, nú ætla ég að trúa eins og þið eru svo æðisleg. Hvernig hjálpaðu mér með þessa trúarskynjun? Já, bara einfalt svar væri að taka svona könnun og þá fengi viðkomandi að vita það að það eru ákveðnir þættir sem eru lykilatriði í trúarskynjun, til dæmis við getum sagt bara að ganga út í náttúrunni, skynja sem sagt sköpun Guðs sem svona guðlegt sem skilar því mætti og mikilvæga Guðs, notaðu já, fylgdu þessu eftir og það mun hjálpa þér. En síðan kannski næsta skref, sko fyrsta skrefið kannski að bara átta sig á og sætta sig við og skilja að sko mín trúarskynjun jafn mikilvæg og allra annara. Við getum tekið bara dæmi til dæmis eins og í sambandi við guðsþjónustu eða samkomur. Fyrir sumum það mjög eðlilegt að það þarf að vera, já, við getum sagt mikill hávaði og það þarf að lyfta höndum og kannski dansa, ég vil hlaupa og þá myndi fólk sem var í vant þessu finnast það mjög ómerkilegt ef einhver vildi bara sitja þegjandi einhver staðar út í horni. Það getur ekki verið að hann sé í neinni snertingu við guðdóminn og öfugt. Sá sem vanur svona kyrrð og þessu myndi telja þessi svona heilasandahoppar sem myndi segja að þetta bara eitthvað flipp og svona. Þannig að það gagnlegt átt að segja á því að og svo náttúrulega getur ýmis konar reynsla fólks haft áhrif þarna. Já. Það örugglega bara spirituality sem náttúrulega mjög svona mjög loðið hugtak og margbreytilegt sko. Það notar jöfnum höndum skynjun og upplifun? Já, sko, já, sem sagt skynjunin sko verður farvegur fyrir upplifun, getum við sagt. Já, það eitthvað svoleiðis. Já. Nú þessar trúarskynjanir eru svona grófflokkaðar í þrennt og hann Kristján Svartsen núna seinni árum mjög notar mikið liti og það eru þá ég náttúrulega sá í gegnum þetta að þetta enneagramkerfi sem hann notar, hann setur sem eru 9 flokkar en sem sagt það eru þá 2 skynjanir í hverjum flokki og þá erum við komið með 6 og síðan eru 3 markaskynjanir, þá erum við komið með 9 og þá það grænt sem að við getum tengt sköpuninni og jafnframt bara fyrstu grein trúarjátningarinnar, það svona viss hliðstæða og svo það rautt, þá það sem sagt krossin og orðið mjög miðlægt og svo það blátt andinn. En það rétt að undirstrika að þetta hefur ekki beint með trúarskoðanir að gera. Fólk getur verið með, sko getur 2 aðilar verið með, við getum sagt sambærilega trúarskynjun en ólíkar trúarhugmyndir og öfugt. Þannig að þetta ekki flokkun á, og þess vegna ef einhver tekur svona könnun, sko það ekki hægt að fara illa út úr henni, það kemur engin vel eða illa út, það segir bara hvar þitt svið og það á líka við fleiri svona persónlegar kannanir. Já, hérna nú svona grundvallar mynd. Þarna sjáum við til dæmis efst upp í þessar grænu skynjanir,
og þarna er svolítið vandasamt að þýða þetta eins og skinnhrifa, alltaf sé ekki sensorisk á ensku, og svo er það rökræn. Já, við getum nú farið aðeins inn á svona einfalda útskýringu á þessum kenningarmiðuð, ritningarmiðuð. Já, kenningarmiðuð er þarna á mörkunum, ritningarmiðuð og miðlandi, ögunar, ákjafðar og dulhyggju og tákgræn. Sko, auðvitað tveir einstaklingar sem koma út sterkastir í ákveðinni skynjun, þeir geta auðvitað verið mjög mismunandi og mismunin er meðal annars sko hvaða skynjun er sterkust sko næst. Ég myndi til dæmis vera hérna og hallast hingað og maður skilur ýmsa hluti sko við að taka svona könnun eins og ég hef aldrei botnað í því að ég verðist hafa áhuga á hlutu sem að fyrir öðrum ganga ekki upp saman sko. Ég er annars vegar rosalega svona hérna í þessu rökræna en svo er ég dálítið blár líka sko. Þannig að já og það er og svo til dæmis eitt sem að skilst eftir að maður er búin að skoða þetta og það er það hvers vegna margt fólk fer hér á milli úr semst ákjafðaskynjunni yfir í dulhyggju sem að í fljótu bragði virðist vera eitthvað mjög ólíkt en þá kemur í ljós að það ytra formið er ólíkt en undir niður er þetta það sama. Maður sér þetta bara hér á landi svo víða að fólk sem kemur úr náðagjafvækningunni það endar í kyrðarstarfi og situr og fer með í kyrðarbæninu og eitthvað svona. En þetta er rökrétt þegar maður er búin að átta sig á þessu samhengi. En við ættum kannski að skoða hérna mjög einfalda útskýringu á, já, svona mjög einfalda, það er hérna á blaðsíðu 50 og 51 í þessari nýprentuðu bók. Já, sko, til dæmis skinnhrifaskynjunin, hún er hérna efst og það er sagt svona kjörorð mjög einfaldað að gleðjast yfir verki Guðs. Það er svona miðlægt og styrkleikar þessara skynjunar eru svona einfaldað viðkomandi kann að meta fegurð og nýtur sköpunarverks Guðs. Og svo er aftur hættur sem sagt hver skynjun hefur sinn styrkleika og sinn veikleika og við getum sagt að ef að hérna einhæfnin verður mjög mikil þá til dæmis í þessu tilfelli er að verða altekin af fagurfræði og vera háður hinu ytra. Þetta er svona, og svo er hann með skemmtileg svona biblíuvers fyrir hverja og hérna er það úr sálminum 19 himnarnir segja frá Guðs stýrð festingin kunngjörir verkin hans handa. Og svo er til dæmis þetta rökræna og þá er áherslan að kjörorðið að skilja eðli Guðs. Þetta er mjög ólíkt til dæmis í mystikinni sko. Og svo styrkleikar að leita skýringa, nýta sér vísindi og hættan væri þá ef að þetta fer út í öfgar, það væri fræðastolt og svona skynsemishyggja. Nú, kjörorðið er sótt lykilorðið er sótt í orðskviðina drottin grundvallaði jörðina með visku og kom himninum fyrir af speki. Nú svo er það kenningarmiðaða, þá er það sem sagt kjörorðið að hugsa rétt Guð. Og styrkleikar með áherslu á rétta kenningu og trúfræði sem grundvöllur. Nú, veikleikarnir, ef þetta gengi út í öfgar, það væri þá að trú væri ruglað saman við kenningu. Og sem sagt, já, gæti farið yfir í þurrt trúarlíf fjarri lífinu. Nú, lykilorðið er úr Kólussubréfinu
gæti þess að láta engan hertaka ykkur með marklausu villandi spekitali sem byggist á mannasetningum og er komið frá heimsvættunum en ekki frá Kristi. Nú þá erum við komin að ritningarmiðuðu hefðinni. Þá er kjörorð sem sagt að nota orð Guðs og styrkleikar tryggð við Biblíuna og boða Guðs orð. Hættur, ef þetta fer út yfir mörkin, Guðs orð verður aðeins biblívers og einblínt á bókstafinn. Þetta verður of þröngt. Nú svo er kjörorðið og Kólussubréfinu látið, lykilorð látið orð Krists búa með ykkur í allri sinni auðlegð og speki, fræðið og áminnið hvert annað. Nú þá erum við komin að þessari miðlandi og þar er kjörorðið að miðla náð Guðs áfram. Það er svona lykilatriði í trúar tilfinningu viðkomandi, getum við sagt, það sem knýr viðkomandi áfram. Og styrkleikar, það er athyglin á þeim fyrir utan. Það er sem sagt ekki söfnuðurinn eða hópurinn sem að viðkomandi horfir fyrst og fremst á heldur þeir fyrir utan sem þurfa að komast inn eða fá hjálp eða hvað það er. Já, og sem sagt boðun og kristniboð er lykilatriði. Nú hættur, það getur orðið að það sé litið fram hjá þörfum virkra í söfnuðunum. Þeir verða geta orðið aukaðir eða þeir eru hólpnir, þeir eru á sínu stað. Og trúin getur orðið aðeins þetta að vinna sálir. Aðrir þættir verða út undan. Nú, þarna vitnaði annað Korintubréf, ég er því erind reki Krist sem Guð notar til að hvetja ykkur. Ég bið í orðastað Krists, látið sættast við Guð. Nú svo er það þá trúarskynjun ögunar. Það er þetta fína gríska orð askese, sem að því nú var uppalega þjálfun, kom úr íþróttamáli, sko. Og þá er kjörorðið að þróa aga fyrir Guð. Og styrkleikar er frelsi undan hinu efnislega og afneitunar lífstíl. Þetta eru styrkleikarnir. En hættan er að þetta verði neikvæð heimsmynd og jafnvel órökrétt þjáning. Við kannumst við dæmi þess að ef það er orðið blessun að þjást bara. Það var eins og sagt var skáldin, þau þurfti að vera fátæk. Nú, já, kjörorðin eða lykilorðin þarna, ég aga líkam minn og gera hana þræli mínum til þess að ég sem hefur predikað fyrir öðrum skul ekki reynast óhæfur. Þetta er Páll í fyrra Korintubréfi. Nú svo er það trúarskynjun ákefðar. Þar er kjörorðið hafa kraft Guðs í hávegum. Það er þessi sýnilegi kraftur Guðs sem er lykilatriði. Og styrkleikar að vera opinn fyrir hinnu yfirskilvillega og þetta að þrá að sjá mátt Guðs. Nú hættur, það getur verið neikvæð sýn á hið náttúrulega, ef að hið yfirnáttúrulega er það sem skiptir máli, hvað með þá þetta náttúrulega. Og það getur líka leitt af sér sem sagt að samþykja óbiblíulega framgöngu. Það er að segja ef að áherslan er á kraft og eitthvað er að gerast, að þá svona, getur það stundum gleymst sko, hvað kenning Biblíuna segir. Nú það enn er vitnað í fyrra Korintubréf því að Guðs ríki er ekki fólgið í orðum heldur í krafti. Og svo er það sem sagt mystíkin, dulhyggjan. Þar er kjörorðið að hvíla í nærveru Guðs. Styrkleikar, það er sem sagt að þroska hið mystíska og athyglinir á hinum innra manni. Nú hættur of mikið gert úr hinum mystíska, það eitthvað sem er svona dullarfullt sko.
og það líka getur farið út í það að ruggla saman tilfinningum og Guði. Nú þannig úr Rómverjabréfið, við vitum ekki hvers við eigum að biðja eins og ber, en sjálfur andinn biður fyrir okkur með andvörpum sem engum orðum verður aðkomið. Nú, svo þetta táknræna, kjörorð að tjá holdtekju Guðs. Þetta nú erfitt til þýðingar, það er incarnational, held ég þetta hafi verið á enskunni. Það þetta að trúin sem sagt verði sýnileg í kringum mann. Þarna erum við nú komin mjög nála þjóðkirkjunni til dæmis. Sem þetta orðið verði hold. Já, og líka þessi sýnileiki, þetta er náttúrulega kannski skylt þessari skynhreifa skynjun. En sem sagt styrkleikin tjáir trúna á áþreifanlegan hátt. Það eitthvað sýnilegt og áþreifanlegt. Nú, og þetta líka að meta hefðir og helgisiði. Það þessi sýnilegu form og ekki bara form heldur, það eru hlutir og litir og ljós og allt þetta. Venjulegu þjóðkirkjuprestur væri hérna. Og þar ekki bara upplag heldur sem sagt mótun. Já, hættur eru töfrahyggju sín á sakramentin, ef þú ert með þetta sýnilega og það getur leyst út í það og það líka til ónærgætni gagnvart aðkomnum. Það að segja, fólk verður að kunna sig því að siðirnir eru svona og svo kemur einhver og ætlar bara að vaða yfir allt og svona. Og orðið varð hold, hann bjó með oss, það er fyrsta Jóhannes. Þetta svona afar mikil hraðferð, en þið sjáu það kannski að þetta allt jafn gilt og dýrmætt og sem sagt annars vegar þessi sjálfskilningur dýrmætur maður átta sig á því hvaða farvegur fyrir mann eðlilegastu til að upplifa návist áhrif Guðs eða eitthvað þess háttar og hins vegar átta sig á því að maður í litlum minnihluta. Svona gróft séð eru 11% í hverjum flokki og þannig að í venjulegum svona söfnuði þá eru til dæmis presturinn í minnihluta. Hins vegar virðist mótun hafa eitthvað að segja. Þannig að við getum ímyndað okkur að til dæmis í þjóðkirkjusöfnuðum þá þróist svona ákveðin hefð sem ýtur undir tiltekna skynjanir. Sama myndum við segja til dæmis bara í hvítasunnuðsöfnuði. En það ýmislegt að skoði þessu. Ég hef dæmi frá Noregi þar sem að var söfnuður þar sem að virtist vera svona í hnignun og þegar var verið að kanna messusókn fór hrakandi verið að kanna viðhorf fólks, þá var allir mjög ánægðir með messuna og þess háttar. En það sem kom í ljós var að þeir sem að fundu sig ekki, þeir voru farnir. Þeir voru ekkert að mæta í messu. Þannig að messan hafði þróast eða helgihaldið miða við tiltekinn hóp dálítið mikið. Það er mjög góð athyglisverð dæmi frá Noregi meðal annars í þessari nýju bók þar sem að söfnuðir hafa tekið sér til og unnið gegn þessari einhæfni. Það kemur kannski stundum fyrir að við könnuna þá kemur ljósa nánast kannski allir stjórnendur í söfnuði eru í einni þessari skynjun og hafa ekkert hugsað út í það að gera sér grein fyrir því að það sem þeir eru að senda út fyrirkomulega form á ýmsu, það er minnihluta sjónarmið. Og til dæmis eitt söfnuður í Noregi tók sér til stjórnendur að
þeir bara tóku þetta sem verkefni yfir heilan vetur held ég að vinna með þetta og þeir gerðu þetta þannig að þeir fengu einn úr þessum stjórnandahópi til að kynna tiltekna skynjun og það skynjun sem var mjög ólík því sem að viðkomandi upplifði og viðkomandi þá talaði þá við fólk sem var með þessa skynjun og út af þessu komu líka oft hugmyndir einhverjar breytingar og þá var farið að vinna að meiri svona fjölskynjun í guðþjónustu. Sko, það er nú til hérna hefð á Íslandi sko fjölskynjunar guðþjónustu, það er Tómasarmessan. Þar sem sagt notaðar ýmsar aðferðir, það er ekki bara orði, það er boðið upp á kveikja á kerti, skrifa bæn, ganga og þessi hreyfing og svona. Já, og svo hefð hefur nú þó að Tómasarmessurnar séu dottnar upp fyrir þá hefur þessi hefð síast svolítið út land sko að það verið að prófa ýmislegt í þessu en það er sem sagt það rennur upp fyrir fólki svona nýtt ljós oft og það áttar sig betur á því að þess trúar upplifun er jafn merkileg og á einhverja annara. Já, gerðu svo vel. Náðu þarna í hljóðnumann. Þá er bara einföld spurning, hvað með TC í þessu samhengi? Það er örglega hérna nær til margra sko. Ég er nú ekki alveg með það svoleiðis í kollinum. Það er mikill svona líflegur söngur en nánar atferli, ég hef aldrei komið til TC hvort að það er sem sagt mörg önnur tjáningarform notuð. Trúlega er það sko. Þetta er algengt, það voru Tómasarmessur í Háteigskirkju á þeim árum sem ég var að læra guðfræði og eitthvað inn í öldina, en svo datt það upp fyrir af einhverjum ástæðum. En mér datt TC í hug úr því að það myndist á Tómasarmessurnar, að þetta væri svona öðruvísi helgihald og höfðaði til fólks. Takk. Já, þakkaði fyrir. Já, ég held að sé ákveðin svona fjölbreytni í ýmsu sé og sem sagt átta sig á því að sem sagt, hvað ég segja, tjáningarmáti eins er nær ekki nema takmarkað sko og þessi skilningur á sem sagt hvað fólk ég getur sagt upplifið til dæmis helgi fyrir sumum telgist heilarleikin fyrst og fremst þögn en fyrir öðrum háa það nánast sko það þarf að vera eitthvað mikið að andi Guðs er farin ef allt er að detta niður í dúnalogn sko þannig að og allt þar að milli og þetta myndræna til dæmis hérna reformertir þeir hentu út öllum myndum sko við sluppum nú við það hér á Íslandi já, ég ætla best að eitthvað áfram já, það líður á já, hérna við erum búin að spjalla þetta þessar grænu skynjanir það er skilningur hið sýnilega já, og skynhrif og rökræna já, ég veit í hvort það er ástæð til að hérna týna nánar þetta til en sem sagt skilningur á eigin trúarskynjun eins og ég hefur reynd að segja hann er mjög mikilvægur það þýðir það að maður getur já það opnar manni einhverja viðbótar möguleika til þess að svona leggja rækt við trú sína og sem sagt jafnframt þetta að skilja að trúarskynjun flestra annara er ólík okkar og það er sagt að það sé mjög hollt að skoða það skynjanir sem eru sem sagt hinum megin í hringnum, það er það sem er ólíkast og hérna og þetta getur til dæmis dregið úr spennu í söfnuði að menn viðurkenni og átti sig á að sko tjáningarform fólks segir ekki nema takmarkað sko tveir menn sem sitja í kirkju og annar situr svona og hinn er svona það segir ekkit hvor er nær Guði í sjálfu sér en það er viss hætta að við ályktum út frá ýmsu svona já
Og já, þessi skilningur er náttúrulega sérstaklega mikilvægur þegar það kemur að því að skipuleggja helgihald, að menn séu meðvitaðir þess að að mismunandi farvegir, til dæmis fyrir sumum er þetta myndræna mikilvægt, nú tónlistin náttúrulega fyrir mörgum, nú í samtíð predikun, fyrir sumum eru rök mjög dýrmætt í predikunni, fyrir öðrum skipta þau engu máli, því það er bara allt aðri þættir sem að vekja eða næra trúna. En sem sagt kannski grundvallaratriði er að átta sig á því að flestir skynja Guð betur eftir öðrum farvegum en þér er eðlilegt. Nú, sem sagt, þessi bók, hún er þýdd úr norsku sem og er hérna til sölu, það er hægt að kaupa hana hér og það má bara leggja inn á reikning. Það verður líka hérna bás á föstudags kvöld og laugardags framan á laugadegi. Og ég greip nú með hérna einhverjar bækur svona til að sýna ykkur hérna. Þessi var nú alveg týnd, en hann Erik fór að gánin í kjallarann hjá þeim í frækornina, þá var það fullt af henni. Þetta er sem sagt gamla grunnbókin í sjálfu sér, hefur sitt gildi, og svo er náttúrulega til svo er þessi hérna 3 litir þjónustunar. Hún er samsvarandi bók annað hérna gæðamark, það er að segja náðargjafir eða hæfileika, og það er í báðum tilfellum eru könnun á netinu sem hægt er að taka á íslensku. Nú, það eru til bækur önnur gæðamörk á erlendum málum. Þetta er þýtt og gefið út á tugum tungumála út allan heim, og hérna það er slíkar kannanir hægt að taka á erlendum málum. Það er auðvelt. Ég man eftir einhvern tíma hjálpræðisherinn á Reykjanesi með könnun, og hérna þá var fullt af fólki sem talaði bara rússnesku, og ég fór bara á netið og sendið þeim spurningarnar. Það var ekkert mál að fá þær á rússnesku. En hérna, já, ég held að þetta sé nú bara að vera gott. Ef að þú ert búinn, má ég segja nokkur orð, Vigfús? Ég er alltaf orðin upphendruð. Endilega. Þetta er óundirbúið, notabenni. Það rifjast upp fyrir mér, ég notaði nefnilega þetta kerfi í doktorsritgerðinni minni náttúrulega safnaðaruppbyggingu, og ég fór að hugsa núna meðan hann var að tala þetta, skynjunina og trúarskilning presta. Býtu, það var eitthvað í ritgerðinni minni þetta. Hvernig stendur hérna trúarskilningurinn hjá prestunum sjálfum? Og ef þið nenni að hlusta, tekur bara 1,5 mínútu. Þá fann ég hérna áðan, þetta er svona alveg bottom line, umræða trúarskilning þjóðkirkjuprestana sem tóku þátt í könnuninni. Og það eru nú akkurat þeir sem að eiga hjálpa okkur sem böngum upp á, ekki satt. Upplifun prestana á trú og trúarþroska byggist á trúarsamfélagi auðvitað, iðkun og þeirri reynslu að trú sé athvarf. Í trú er hvílt í trausti. En til þess að geta iðka trú, þroskaðana og deilt henni, þá þarf tíma til þess að sinna henni. Þetta eru prestarnir að tala, skiljiði. Í rannsókninni lýstu prestarnir mikilvægi þess að hafa einmitt tíma. Þeir telja þann tíma af skornum skammti, þess vegna er erfitt að vaxa í trú. Því prestur er stöðugt í boðunarhlutverki. Tímaskortur leiðir til stöðnunar í trúarlífi. Aðri prestar sögðust vinna út í eitt og fara varla í frí eða væri óduglegir að lesa. Svo ætla ég bara að hlaupa yfir hérna. Á sama tíma og prestar lýsa mikilvægi þess að efla eigin trúarþroska er þeir sammála að Guð sjá ekki einn vöxtinn. Prestar eru verkfæri heilags anda, mikilvægi starfskraftar, en eins og einn orðaði það, hann hefur mínar hendur og maður plægir, gróðursetur og vökvar. Síðan þarf ég að máta við ýmsar kenningar og það er meðal annars í skrifum Risútó að æviferli eigi sér stað, að á æviferli eigi sér stað rof Guðsmyndina. Rof sem getur verið undanfari nýs þroskastigs, við erum að tala trúarskynjun hér, þá er í aðstæðum íslenskra presta nauðsynlegt að huga möguleika á að þroska trúna. Og ég ætla bara að stoppa hér í raun og veru
að því að mér finnst og sýnist á þessu að það sé nú bara ekki vanþörf á að bæði prestar og við öll hinn skoðum trúarskynjunina. Bara þó að þessi ritgerð sé skrifuð fyrir nokkrum árum, býst ég við þetta sé svolítið svipað, allavega hvað var það tímaskortin. En ég bendi endilega, þetta er alveg ofboðslega skemmtilegar bækur, ekki bara sem bækur, heldur sem innihald þessi 8 gæðamörk sem að Vigfús lýsti svo vel. Þetta er svo spennandi efni og gott mælitæki vöxt, ekki bara árangur sem slíkan. Það er ekki bara verið að fjölga öllum í þjóðkirkjunni, heldur að betur bæta. Það er það sem að er. En það er svo æðislegt að fá efni á íslensku. Kynnið ykkur þetta endilega og ef ekki að þakka Vigfúsi kærlega fyrir. Frábært, áhugavert.